alltaf með Mýmhammer sko. Sem er alltaf bara uppáhalds hentumimi. Snemma sumars þegar sólin kíkti inn. Ég satt við gluggann með kaffið, var að horfa á himininn. Geislarnir tipluðu inn á hvítum fótum og földu brosin sín og fundu þig undir sænginni mjúku og opnuðu augu þín og það er gott að elska og það er gott að elska og það er gott að elska kon eins og þig. Dimmblá fegurð augna þinna er það eina sem ég sé. Það er ljúft að horfa á þig og finna friðinn sem leggur frá þér. Þó ert falleg svona nývöknuð, þó ert allt sem ég óska mér og það er gott að elska og það er gott að elska og það er gott að elska kon eins og þig.
dansar allavega bresta gang við mikla þakka fyrir Já, verið hjartanlega velkomin. Nú erum við að fara detta inn í þessa seríu sem er á milli Cozy Boys og Hafliðsins. Hafliðið er með einn standinn sem er King Chris You have 10 seconds left. Dire team banned. og Cozy Boys eru full mannaðir. Ég er að fara að kasta með Ingva, hann dettur inn bara væntanlega á hverju stundu hérna. En við byrjum bara að fara í gegnum bönnin. Það er Hafliðið tekur út Keeper og Venge og Cozy Boys tekur út Línu og er á svona second banni núna. You have 10 seconds left. Já, Keeper, Cozy Boys pekuðu náttúrulega Keeper í einum You leik have og 5 seconds left. einni af seríunum sínum og gjörsamlega rúluðu þeim leik upp öðvitað. Það var Hannes eða Brummi sem fór mitt á Keepernum og pakkaði saman millinu. Það var á mótið Citrus Blueberry ef mann rétt. Það var vissulega nerfað aðeins, svo hetja og sérstaklega þá midlanið á honum, 10 minute damage, en einhver síður hrættir við þetta. Og þeir opna með Windranger picki sem er fyrsta sinn held ég sem þessi hetja pikkuð í mótinu. Alltaf í þeim leikjum sem ég hef séð, mjög áhugavert. Senasta picki var senasta banni var Silencer frá Cozy Boys. Nú það er spurningun að svara þessu. Windranger náttúrulega spiluð í nokkrum positions, er sterkur mid, en getur verið ágætur support líka og jafnvel offlaner. Spurning hver fyrir að spila þetta. Ég veit nú ekki hvort Endakarlinn sé beint þekktur fyrir að spila þessi hetju. Chrome getur vel byrjað offlaner. Cozy Boys svarar með Jakiro sem er náttúrulega bara Íslands hetjan, heldur á ís. Sterkur support og lítið sem að þarf kannski að segja hann. En hérna, já. Nú var Ingvar að reyna að komast hérna á channelið, sjáum hvort ég hjálpa hann með það. Þú sérð ekki channelið. Þá bara gæti ég svona. Ok. Hvað var kvöldið? Kvöldið? Hvað segir menn þá? Bara góðir, þetta. Jú, bara ljómandi. Biðin er á enda. Seconds left. Og við erum með Jakiro Doom opener frá You have Cozy 5 Boys. seconds left. Þetta, ég fíla þetta. Þetta eru Já. tvær sterkar hetjur. Jakiro náttúrulega Mér finnst þetta Windranger first pick líka svolítið. Já, einmitt. Þetta er Hlýtur svolítið að vera óvenjulegt. pæling með því, sko. Já, heldur þetta sé, ég var að spá hvort það væri sko core eða support hérna. Gæti ég vel segja fyrir mér að sko Chromium pickið á offline, þetta er svona Já, ég veist, kannski er þetta bara eitthvað svona flex opnar first pick, sko. einmitt. En þetta er vissulega eitthvað annað heldur en við erum búin að vera að sjá í opnarpikkunum. Ég held að það bara hafi ekki verið pikkaður Windranger hérna í tournamentinu svo far. Nei, já. Þetta er kannski eitthvað svona blockpick náttúrulega á Maríu, sko, því að hún spammar þessi hetju, sko. Það er vel aðtöðað, hún er kannski mest í einmitt spilarinn, settingarlega. Já, ég held að það er eini sem ég hef séð. Já. Sem spilar á hennar. Trummy spilar þessi hetju örugglega, þetta er Trummyleg hetja en hann Já. er sterkari í sínu liði. Ég man samt ekki eftir að séð hann enni móti, eða kannski einhverjum minna sem. Já. En já, hvað um það? Cozy Boys taka út Bounty Hunter. Dire já, team banned. góð hetja í svona bróleikjum, sko, sem þessi leiki verða átt. Einmitt. Og hetja sem held ég hendar ágætlega fyrir þennan stíl sem að Hafliðið er svona búið að þróa með sér. Já, algjörlega. Gengið vel með þessum Bounty Hunter hann og Fannari, sko. Einmitt. Og Fannari er svona búin að færa sig meira og meira yfir í offline svona core ról. You have 5 Já. seconds Með left. palla á safe-laneinu.
Það viljast grúa vel þar, sko. Já, Það er náttúrulega það sem hann spilar á pub, sko, það er offlaneið þannig að... Já, það málið. Radiant Já, team ban. það er alltaf það sem ég sé, sko, þá spilar hann mikið meira offlane heldur en carry, sko. Ég sé hann alltaf eiginlega að spila carry lengur. Solo. Já, gaman að sjá þegar lið ná svona að adapta strategíunum sinna. Þetta var ekki alveg að virka hann í fyrstu leikunum hjá þeim. Uppurinn á spilurunum og þeir finna hann eitthvað sem virkar fyrir þá. Já, síðan er náttúrulega, já, sést mér mjög cool líka þegar þeir setja bara endurkallega mitt á svona carry. Þannig sé, sko, og því hann getur alveg carryað það, sko. Já, einmitt. Heldur betur. En hérna, já, Disruptor. Disruptor Húðbygg, þetta er bara... Já, þetta er bara, Hannes er ekkert að finna upp neitt jóli hérna, sko. Nei, þetta er bara stable, solid hetjur með mikið af góðum göldrum. Já, hann hefði nú alveg getað smellt í Grimstrókin líka. Dire team pick. Ógæslegt kombo. Vissulega. En hann velur Disruptorinn í staðinn, sko. Einmitt. Og það er tréð. Tréð fyrir hafliðið og þetta er ekki Moisa tré. Vífræga. Nei, það er spurning hvort að þeir séu eitthvað inspired, sko. Einmitt. Hvort við sjáum eitt Aetherlands 3 í þessu leik. Já, það er spurning. Heldur að Chromium gangi það langt? Ég held að Chromium taki þetta offlane 3 og rushar Aetherlands, sko. Ég sé það fyrir mér. En hérna, já... Nei, þetta er örugglega bara eitthvað fjarka 3, sko. Lúkar eins og að segja offlane vindrunur, kannski. Þeir kannski geima ennþá eftir að bíða eftir carry pickinu, sko. Og kannski ennþá hérna mikilvægara mid-pickið fyrir Cozy Boys. En sjá fram á eitthvað mjög erfitt matchu fyrir vindrunur, þá er kannski líklegri til að vilja hafa hana bara á offlineinu. Já. En, já, þeir tók út hana Venn og Sven og svo taka hafliðið út hvað mér Anna Sand King. Já, það sem ekkert... Ég finnst eins og það sé eiginlega ekki búið að finna neinar busted hetjur í þessum pads so far, allavega í þessu tournamenti. Nei, held ég ekki að... Það veist, ég hef ekkert séð neitt eitthvað svona algjört svona... Nei. Þessu hetjur eins og Bounty sem er alltaf erfitt að díla við, já. You have 10 seconds Bounty left. átti góða leiki en svo átti hann líka leik það sem hann var einhvern veginn You have 5 seconds flugi, left. sko. Já. Já. Já, þetta er náttúrulega bara þannig hetja, sko. Einmitt. Sterk með þessu nýja Axe-bildi, sko, en hérna... Já. Það er byggja Juggernaut á hafleiðinu. Þetta er nú líklega hvað reyðara. Ná maður segja, þeir eru ekki með last pick. Mér finnst nefnilega erfitt núna first picki, sko, mér finnst... Já, veist Mér það? finnst það rosa margar hetju sem að svona... gefið færa á því að vera countraðar og svona. Já. Einmitt. Second pick er náttúrulega með þetta bæði second pick úr þessum setni picking phase sem er þetta pick sem Cozy Boys er núna með og svo seinasta overall picki í leiknum sem er náttúrulega oft sterkt fyrir einhvers konar annarkvæmt mid-matchup eða eitthvað svona carry pick sem að Dire team ban. sem er þá þetta sem vinnur leikinn eða þú veist Slark. Slark. Já, það... Okkar er svo rosa góður slarkleikur. Einmitt, já. Það er mikið af hlutum sem þetta pölsa á sér. Team ban. Já. Það er kannski... Þeir eina sem við erum með núna er shackle shot, sko. Einmitt, Kaski er náttúrulega mjög unreliable eða bara eiginlega ekki Já, galdur á honum. Hún var alveg saman tré. Og hún var alveg saman með þessu borta, sko, sem er... Þannig sé... Svona setup fyrir góðan carry-leik, sko. Einmitt. You have 10 Hannes er seconds ógæslegur left. með þetta. Það er mjög góður í þessum pælingum, sko. Að fá frían carry-leik. Einmitt. Já, hann er gjarn á að geima hérna þessi tök mid og safe lane pickin fyrir senast sem er náttúrulega bara mjög standard lilla picka, sko. Hvað var svona gott pick til að díla við hennar slark? Já, það er náttúrulega fólk talar þetta hérna náttúrulega ég á í ground target spell svona þetta er kannski hug SF eða hérna OD jafnvel. You have 10 seconds left. Já, OD er alltaf næs. En mér finnst það eitthvað með You have 5 seconds left. OD ekkert vera nógu mikið núna. Það er eitthvað með þá er það í lagi að hann komið skemmt leit og fara þetta hexit. Einmitt.
Og jafnvel þá er Slark náttúrulega Dire komum að gæta mig líka. En Einmitt. þeir taka út Storm og Templar, Death Já. Prophet og Sniper. Death Prophet hefði líka verið kannski góð hugmynd hérna með Já, pistola. hún er fín, en ég hef ekki fíla Sniper-bekki hérna fyrir hafleðina, sko. Nei, þeir eru með Síðan veit maður aldrei, mikið af fyrst. einhverju svona gáplósi. You have Já, 10 seconds Sniper, left. þessi patch, samt frekar oft bara eitthvað algjörlega out of control, sko. Já. Þetta nýja take-aim er ógeðslegt, sko. Einmitt. Ég var að spila þess að heiti í dag, þetta bara tapaði leiknum en já, þetta verðist vera sterk heiti í þessum pads, sannlega. Já, hún er orðið eitt af þessum hittum, Hvað þú segir? veist, ef að Koran er með BKB á mótinni þá eitthvað með Mhm. gerur hann ekki það mikið damage, sko, Já. sem er skrítið, sko. Já, með mjög mikið, og komið mikið af damage talents á einmitt srapnilegu smá. Já, hún gerir líka, þú veist, ef þetta ekki er með Magic myndi þá bara, þá gerur hún svo mikið damage. En hvað, þeir byggja pugnu núna? Já, Ok, ok. Þeir eru komið svona talsæta tölum til að pusha og spila svona eitthvað hraðu tempo hérna á daginn. já, þetta er bara klassískt svona tempo fannars line-up, síðust mér. You have 10 Og það er seconds enda gamla left. pugnu og ég er nú gladur að sjá Já, það. það er You með have þessu. 5 Við seconds left. sáum það nú einu sinni þarna Já, einmitt, í langa leiknum. einmitt. Sem Við náðu að vinna það á endanum, en Var það? Já, þeir náðu. já, á en móti þeir eru Summit, kannski, já, þeir voru komnið hvað, með eitthvað 2 raxa eitthvað, Einmitt, já. 20. mínútu og síðan Akkurat. var leikurinn Alveg mjög erfiður. Já. Mjög klós á leikur. En það spyrir hvort þið sé bara að læra eitthvað af þeim leik og núna bara, Já, einmitt. Ég talaði nú við Gumma eftir þann leik og hann talaði að sé eftir því að kaupa Dagoninn og já, vera með lítið á tónum til að skilja hérna koruna. Og það er Pudge oh boy, Alright, þetta Veist vil maður illið sjá. veitir hvað er þetta, er Þetta þetta Maria Pudge? hlýtur Hver það tekur ekki hann að Pudge? Þar hefur við það. Þetta er fyrsti leikurinn á Crucible sem átti Haflin og það er Pudge 10th pick hérna í boði Cozy Boys. Heldur betur spennandi Já, ok, það er Hannes. Hannes á Pudgeinu, sko. Og hann er Hann er klár í þetta. fuglar Gull fallegt skinn á honum, eða Já, þannig. það Ég hata öll Pudge skinn bæði. Öll ógeðsleg. já, þetta er skemmtilegt skinn, sko. Þetta er svona Halloween dæmi. Já, ok, og það er ekki alveg, ég spáði ég held að þetta sé Pudge mid, alveg klálega. Já, hlýtur það. Hann mun fara á móti pugnunni sem er ansi gott target fyrir hann í rauninni, með lítið counterplay og hann er húkuð. Já, ég hef ekki séð þetta matchup oft samt. Pudge pugna mitt, sko. Já, einmitt. Það er mjög fróðlegt hvernig það. Akkurat, það er spurning hvort hann á að pussa bara leinu inn í Pudgeinn og ná eitthvað skonar advantage þannig. Já, en ég sé hann ekki drepa Pudgeinn, þannig sé, sko. Nei, Nefnum hún sé með eitthvað rosa mikið outlevelan Já. á launinni. akkurat, hann er náttúrulega svona svolítið anti-caster hetja þessi Pudge sem er mikið mínus Já. armor. Góður er í position og svona þessi skussi í mobile. Are you ready? Tífætið þér. Oh, look at me go! Finnst það aftur þetta bug með selectionið. Svo. Stage. Já, ég get ekki ít á hetjur. Þetta er mjög Já, ok. skrítið. Gummi Já, lenti getur þessu ekki, líka þegar hann var getur að ekki- kasta. já, það er live spectating er eitthvað Já, bugga núna. spurning hvort við erum kannski bara í... Nei, betur nú við. Þú getur hreift kamerun og svona, Ég ekki? get hérna... Já, ég get hrætt kamerun og ég get... Ef ég hérna tekur svona... kassa select. Þá get ég sé inventory. Þegar ég fattur yfir. Virkar þetta á þér að... Já, ég ger alltaf kassa, sko, þannig að ég var ekki búinn að taka eftir því. Já, ok. Mér finnst gott að hérna íta og halda inn í portrétinu, sko, til að fylgja þeim, en... Já, mitt. Já, þú getur það ekki eins og. Nei, Það er bara up to you, sko. það er bara fríka. Já, ég pröfum þetta bara Það svona, er ef þetta er mega bugga, þá getum við farið í... bara watch. En, já, við kynni kannski bara leiðin til leiks. Það er endakallinn á pugnunni sem er fyrir mitt. Palli er á 3 support. Beefy á Witstador. King Chris er á Windrunner. Þetta er offlane, Cormier með Juggernaut. Það er bara rune split hérna, engin fight.
Svo er ekki hérna á Forbusson Jakiro sem hann nú frægur fyrir. Cookies á Doom, offlane. Brummi á Pudge Mid eins og við spáðum fyrir. Satikala á Slark á botlinu og SLS eða Stefán að spila til Sortor 5. Já. Blokki byrja ágætlega hérna á myndinu fyrir Hannes en þessi vist að reynskjöfið sem alltaf svekkjandi en já. Það var ekkert í næs. Það var ekkert í næja, nei. En, já. Það aðalega máli. Þetta spennandi. Það getur verið hérna action á þessum millinu ef hann einhverjum góðum húk. Já. Hvernig listur þessi lane? Stundur að segja eitthvað svona hvað sérstaklega átriðavíkt hérna? Ég sé engan svona clear advantage fyrir neitt lane þannig séð. Nei. Þeir voru bara að leið með creeps. Já, það ekkert eitthvað svona rosa countered lane finnst mér. Já, nema náttúrulega þetta mid lane, það algjört spurningamerki. Það náttúrulega fer bara eftir hvort þú skillshottar eða ekki. Já, á middinu. Einmitt. Já. Já, ég held að þetta mid lane sé svolítið svona annarkvori þeirra að fara að tempo-kontróla leikinn. Ekki top action. Top action, já. Það er spinn á ragga. Rómi meina. Rómi damage. Það var hana með maledikt, en það var ekki komið. Komið, nei. Við búum að púsa það fyrir langt niður hérna á taflunni. Sitjant í hag, en Beefy er að púla glæsilegt púli hérna alveg inn í turnin. Það er því, stæl. Það er gott að sjá svona, sko. Já, þetta er alveg óþorlandi þetta stóra púl á dagir þegar fólk kann að gera þetta. Já, það er nefnilega sko, dagir púldóti, það er svo mikið eitthvað svona skrýtnum púlum þar, sko. Já. Púla hana smólkampið til hægri og Já. smólkampið til vinstri stundum, sko. Já, ok. Þannig að mér finnst yfirleitt betra að spila á dagir safe lane sem 5, sko. Einmitt. Það var bot, first bot. First bot, já. Sorry, ég misti mig aðeins í einhverju púl hérna. En já, hún náði að lemja tríið eitthvað og svo bara pons. Já. Hún fór í Orbo Venom bara Calling Blade. Já, einmitt. Það er örugglega eins aggressive og getur orðið og Akkurat. bara að pay off. Einmitt. Vel gert, já. First bot Slarkin. Blues 1. Plus 1. Það er alltaf rosa skemmtileg mekanik í leiknum. Safna þessum stöttum. Einmitt. Já, þeir eru með sko Pudge Slark. Þetta er eitthvað kombo, sko. Einn að safna strength og einn að safna ekki. Já, þeir skeila mjög vel og svo er þeir með hérna gold mechanic frá Doom. Já, Þeir eru mjög óhræddir við að fara í late game hérna. algjörlega. Já, ég myndi segja alveg að Hafliði sé á timer í þessum leik, sko. Já. Múka miðurinn en hann missar. Endakallin sé fyrir þetta. Já, top action. Það er góða cookies. Þetta er búið. Það er ekki tilbaka. Báðir eru mjög low. Svo mun alveg falla. Hann deyr. Úr eldinum. Kýru á stærkvæði. Það er áfram. Það er Ice Bath. Lemminni Beefy. Ég ætla að dæfa hann. Nei, hætti við. Sniðut kannski. Beefy er á spell. Það ætla að mala ditt. Já, en Gummi er svona að vinna myndið sinns minn. Hann er bara CS og er í hærra level. Það er bara smá level advantage. Það er greist fljótt þegar Brummin er í góðum húk. Já. Hann náttúrulega Pudge, þú vilt bara það, þetta er level 6 og síðan bara skýt saman með þetta lane. Já, ég veit. En það er kannski leiðilegt að vera þá með Pugni sem er alltaf víta á það á móti, sko. Ég veit. Getur bara að tekið turnin eða að ferða á laneinu, það er kannski svolítið. Já. Það er bara pull alltaf hérna. Tap og bot. Já. Það er glimpsa. Það er glimpsbot. Já, og nær lýsinu, hann er búinn að veitingu, þannig að Slark ætti að geta lag með hann. Kemur góðar hérna rætur niður, en vindurinn er ekki með boots, Slark er með boots. Hún er góðum circle á hann. Vel gert hjá King Chris. Og hann kemst undan. Salf frá Pallavinsinum. Þetta er
menn eru mættir hérna til að spila. Hann á Ground Zero, King Chris. Var svolítið vesen af honum í leikinn. Það var einhver account. Já, eitthvað account-rugl í gangi. Eitthvað verið góð á topp, Marlit á cookies, en hann nokkuð hraustur, þátt fyrir það. Það er að elda Beefy hérna á Lord Shakira-unum. Hann með boot, svo getur hérna chasa niður, hann kill á Beefy. Brummi að elda creepa mitt. Húkar katapulti. Þetta svona lukkar svolítið stúpid þegar maður sér þetta, en það actually bara fínt play. Já, hann vill bara drefa þetta allt og síðan fara að ganga, sko. Einmitt. Og hann byrjar að hlaupa í áttina bot, komið með ultið sitt, þannig að á góðan sens á killi á þessa tvo hérna vini á bot. Palli bara 3, ekki með boots. Þannig pingar hann, sér hann á wardinum, spurning hvort það sé go hérna. Palli illa positionaður, hann alltaf ekki lefnir. Þarna í lísinu, fær Sakuras tilbaka en Pudge af sér. Hún nær honum, fær +1 og það glimpse á Jóta og Hannes var ennþá öllu og getur að 2 kill, mjög góð rotation. Nú Endaglin mættur, vill vera með en það engin liðan hans eftir. Hannes með spell ef hann poppar stikinu sinu en Endaglin hættir við þetta. Já, fer frá millinu sko, en hefði kannski ekki haft færið þarna á pussa inn í turnin ef hann hérna... Já, það veistu vera mættur fyrir, sko. Ég veit, það kannski gerði út lítið. En hann fer Þetta er eiginlega... Starks hérna. Já, þið þurfa að vita, sko, hvert Pudgeinn er að fara alltaf. Einmitt, og verður þá ready að counter ganga. Já, einmitt. Þetta er bara, veist. Það er góð Það er top. alltaf sama, já. Beefy brennur niður hérna, það er 200 eldur, hann búinn að koma með level 3 í skortörð. Þetta er hann sem ekki skaði sem vinnir eru að gera hérna. Beefy fellur í, annarsinn, já. Já, við vorum að tala Pudgeinn, einmitt. Já, þetta er svolítið svona predictable kannski sem hann gerir, sko, því að... Já, í rauninni Þú veist, ef hann er missing þá var hann ekki skóin eitthvað. Já. Það er fyrst sem sé að sé í gang, sko. Einmitt, það er líklegt að hann sé annarkvort að hlaupa á topp eða bot. Actual bot. Bot, já, sætingulega nær Palla, en endalega líka mættur og glimpsar út. Það er bara eitt eftir á Stefáni sem fellur, endalega vil fá meira, hann með allar spilin. Brummi mættur, hann með húk, hann húkar inn í tower, nær að borða hann. Eitthvað að stoppa þetta. Maggi deyr áður hann að cancela þessu, Jóta alltaf dæfinn í turnin, hann öltar Brumma, samt ekki með Javelin, þannig að hann gerir ekki mikið damage. Og Hannes kemst frá þessu lifandi einn í Radiant liði, en fær strength point þarna fyrir kill á Endagallin, þannig að hann ekki sátt með það. Og meðan fellur, já, býtum við, hann fellur á topp dúminn sem er. Fekk eitthvað bounces svona, og verður að alltsa það. Já, ég skil hann mjög vel, sko. Ég veit ekki, ég spila bara helminginn á leikinu mínum á þessu Dr. heiti, sko. Já. Og það double bouncear alltaf af mig, sko, ég veit ekki. Klekkur hittið mekanik hana sem var bætt inn í leik. Þetta getur verið það er góð aftur Endagallin mættur þá fyrir til að vera aktiv. Þeir spíkreppa og spinna og já, gera bara alveg nóg damage til að drepa þess að tanki í Doom-heitu. Þetta er sniður rotation í Endagallin sem spurði mjög aktiv. Já, þetta er bara svo aktífur leikur, sko, það er allir einhvern veginn hjóleikur annan. Já, það voru 12 kill komin á 9 mínútum og Hannes var heist og hann híkur á botlinni, að hlaupa í gennum Woods núna. Þeir eru stattir frekar langt upp í laneinu og hann ekki, jú, hann hlaupi á en þeir finna eitthvað á sér. Já, en núna stáði hann með hana, með wardinu. Já, vorum í ward einmitt, já. Gott ward sem skátar Pudge úr þessu niður. Og ef þeir geta haldið hann í skefjum þá er þetta auðvelt heitill að díla við í rauninni. Við erum ekki að fá þessi stengstaka en einhvern veginn nú að verið nóg mörg kills í þessum leik. En Stefán mætir mitt, hann með glimpse, Endagallin situr niður ward. Það er glimpse og hann nær hann alveg inn. Við erum í hlitt bara stundum með alltaf hann tökum og damage frá wardinu. En hann nær út úr Stefán. Stefán turnar með alltaf Beefy sem klípar inn. Það er eitt hit í Pudge, náði ekki, kemur lítið powershot. Dugir ekki til á meðan fellur Chromium á topp. Hann hefur verið dúmar.
Já. Alltaf niður á dregunum og dublinum. Já, ansi slæm mínúta Já, þarna þetta er rosa mikið pressa frá Cozy Boys. Einmitt. Ég Það er spurning. að gera á öllum vístöðum. Það var náttúrulega rosa sein tipi hann mitt, sko, það var kannski telegrafst að þeir myndu góða hann, þannig að það er spurning hvort að Glimsar aftur heim bara... Þetta Þetta finnst Steppa gaman, ha? Þetta er það sem að liðið fyrir Dota, sko, eitthvað svona memes. Að brjóta niður menn, sko. Já. Það er ekkert að outplaya það, sko, bara mýma yfir það, sko. Já, einmitt. Já, á meðan er Slark bara bótt að farma eða farma upp í Hann er að hérna, Echo Saber. bara fína leik, sko, hátt level. Einmitt. Komin á topp, er komin leið í þennan Maelstrom. Aðeins erfiðar leik heldur en Slarkin, ég er búinn að dega tvisvar og Brummi er mættur að ganga en hann getur ekki með spilni. Einhver stömm niður, það þýðir ekki. Hann hleypur tilbaka inn á Brumma. Brummi er ekki með marðið á sér. Þetta skil ekki svo mikið, þeir eru að halda með það. Þeir eru margir mættir hérna. Góður Sakul á Brummin en þeir koma ekki með annar húk, hann er palla. Þeir búinn að fella Ragga inn í trjánum og þetta sé eitthvað meira hér eða hvað. Hann er svo húkur smá. Kemur glimpse á Vindrunurinn. Hann er sem húk. Er hann að fara að gera eitthvað? Nær B3 glæsilega gert hjá Hannesi. Fær pluss 1 þannig að það komið 6 start. Törnar á Chromium í étur hann að það komið 6 niður og hann er algjörlega döður. Vindrunurinn er hérna en hún er ekki með neitt mann og ná stikk en það er húk. Hann er hann ekki. En þannig kemur Glimpse til að hjálpa Hannesi. Á hann ulti? Nei, hann var ekki ulti. Endur mættur. Gott stend frá Ragnar kannski á öllinu. Sem er Doom á Vindrunurina. Hún er steindauð. Nei, eða hvað? Hann fyrir að heala hana en þá er endakallinn húkar inn á Hannesi. Er næstíð með Brumma en hann nær honum. Allir dauðir á Dagger. Ég held að það var engin hetja sem að dó ekki í þessum fight. Nei, þetta var alveg... Þetta var blóðugt og mjög erfitt. Nú fór eitthvað hérna sem fyrir þér. Skaða bóttjóma frá Dúminn. Þetta eru ansi margir strengpunta fyrir Pudgin sem tónlega 8 streng. Já, bara glæsilegir krókar hana. Hann var alltaf bara í aðrinu með ekkert HP og... Já, einmitt. Það er rétt fyrir mennina, sko, þetta er rosa vel spilað. Gott play hann Og með... náttúrulega Pugnaðin sem er sterkast Það er annar krókur, hann nær honum, það kemur spinn, hann getur hlaupið burtu en þeir eru með ulti eftir smá 3 sekundur. Komum sem við healing ward og Brummi tristir sig til að halda áfram. Beefy mættur á hliðina með ekkert ulti, annar krókur, missir. Þeir eru allir hérna, nema Slarkin sem er búinn að forma. Cookies keira áfram, er með annað glimpse en hann spinnar aftur. Góa á Pudgin, setur niður Maledit, gott, maður að drepa hann. Omnisplash á þá, er hann að falla hérna. 1 tikk eftir, sýnir það að vera að fara að lifa. Hann lifir rétt svo. Og nú er strengthið verið að skila sér þar sem hann taka gegnum þetta kombo aðeins betur fyrir sér killum sem hann er búinn að fá. I'll take that. Það var rosa dært hjá hann. Það var þetta 50 HP eða eitthvað. Í síðustu tekinu. Mjög lítið. Hann hefði fengið aðeins hefnar Omnisplash sem það náði honum. En það eru allar heitunir hérna tótt til að baka hann þessu upp sem það gerir svona play erfiðara. Já, Pugnar kom með Aetherlens þarf svolítið mikið að fá held ég bara fleiri items. Já, þeir þurfa bara level þess á supportina, sko. Þannig að doktorinn er búinn að vera level 5 bara allan það tíma, sko. Já, doktor er 5 með það mitt. 306, sko, þannig að ég held að þeir þurfa aðeins að slaka á. Búinn að vera vonda mínútur og þeir þurfa aðeins núna bara að svona... Þeir geta ekki fæta þetta directly. Þetta er bara, þeir eru alltaf mikið behind, sko. Þeir eru kannski bara palli metrinn á botlinu eða með gripsbraff úr svo lenninu. Vindrunir er nálgast þennan
Maelstrom sem náttúrulega svona ákveð Dire's bossback middle tower is learning to en fear. Hannes og Maria eru mætt inn í triangulinn og þau eru blóðþyrst hann kemur eitt krókur Dire's middle Palla tower sem is heitir under ekki attack. No gale Ég can er að stop vinna the með flames. að auka visionurins frá slarkinum þannig að þau sjá allt mjög greinlega hérna Maria hoppar niður keyra í endagallinn og þeir ná glimsa hann tilbaka hann sem var glims, kemur krókur nær honum, neglir hann niður steindur núna mætum tilbaka, Palli kemur inn og allt hérna andaður, ná niður ragga og endagallinn bæbakar en þeir nota fókusværi og díkjöp á sama tíma og hann að títi út og þeir fá bara supportana við þetta bæbak Radiant's bottom tower is Já, þeir secura náttúrulega svæði samt, sko. Já, ok, einmitt, það eitthvað Og þessi early buyback eru þannig sé ekki það dýr. Nei, Ég myndi ekki segja að þetta hafi verið það versta fyrir þá, sko. einmitt, en þeir myndu gjarna vilja drepa hann Putt sem er ansi mikið problem Já, hann er að vera mjög stór. Krókar heist með heist og DD núna það er gott kompór þeir ætla að keyra eða þau ætla bara að keyra inn á middur sem er spurning hvort það sé mikið potential omnislega krókar inn og missar samt út í skórin Dúmar sjóður, hann er skilt af en Grimmi hoppar inn og alltaf Bífi sem er að fá híl tilbaka en er ekki lífs kemur annar krókur á Fannar sem er ennþá Dúmaður var ekki búinn að bakka og deyr Maria er að hlaupa mjög aggressively hérna Tígreppu og sógin á endagallum Dire's middle tower is learning henni to ekki fear. Dire's middle tower ég veit is að það er vísunaður í slarkinum Hannes er að leita hann með blink uppi á alla spilinu sinna neglið nú I foresee the Radiant's top það eru tower þrír mættir inn á falling mótunum shortly. Bífi leipur inn þannig að neglið húk getur ekki stampar út er að fýblast í þeim bara á meðan er Slark kominn topp að horma þar já staði 28 fyrir Cozy Boys já, er eitthvað hérna er eitthvað svona augljós move sem að hafið getur gert núna til að koma sér aftur á Ég ætlaði bara aðeins að, þú veist, reyna að taka góðum fæta svona, þú veist, á sínum helmingi, þar sem þeir eru með vision. En þetta er náttúrulega, það er svo erfitt að avoida það núna, þeir eru náttúrulega með Disruptor sem er bara svona geggjuð hetja til að forsa fætt, sko. Disruptor og Slark í rauninni ekstra sterkir núna svona í kringum nóttina þar sem að Já, getur löpið út allt og fundið vörða og vision já. mjög góð tól til að halda upp aggressionu á Cozy Boys Radiant's bottom tower is under attack. Þeir svo sem eru með eitthvað svona grilla heal line-up, sko, þannig að ef þeir eru að fæta bara, þú veist, Radiant's bottom eins og tower kringum turnina sína, sko, þá held ég að Dire's middle tower geta alveg unni fætt, sko, allt fyrir rétt. stop the flames. það eru eitthvað með fjóra healing abilities en þeir smóka er með omnislaðs uppi og bara öll tíðin sín vindurinn er alltaf komið Maelstrom nei, það er ekki komið Maelstrom á hann ennþá eða hún er kannski að senda hann á þig þeir finna ragga hérna og hún spinnar hann það er Rúma og Róma tilbaka kemur kask á þá, alla saman staðfyllt saman blokkar appin það er markinum Hannes nær endakallinu Fannar er ennþá dúmaður það fyrir að renna á honum, hann er með Omni uppi það er náttúrulega fætt hérna í kringum stigan hann fellur og restin af hafliðinu hörfar bara vindrunir og krómiðin sem að lifa þetta af já, sýtti hérna nefturlið á eins og sjáum mér Pöts og Slark langt eftir og Dire's middle tower is under attack. krómiðin með svo Doom Shackle á Doominn, hann er nokkuð tanky en komist alltaf bara á fylgili það er glims aftur, komið með spinn hann veit að hann fer alveg bak kemur kaskið frá Bífi hann er hérna húk nær,
góður hótt að BB og hann fellur. Maður rætur hérna til að stöppa á en það gerir lítið. Hvað er þetta? Af hverju er hann að fá... Já. Hvað? Eternal Shot, converting damage into mana. Já, þetta er geggjað fullsæri. Ég veit ekki, er þetta... Já, ok. Gerum ekki fyrir þessari interaction. Nei, þetta er bara endalaust mana fyrir Pöts, basically. Og tankar. Dire's middle tower is under attack. En, já. Dire's structures are fortified. Doom is on the wing. Ég haldi áfram bara aggression hérna á Cozy Boys. Þessi bóti slakkin en hann... Já, ég sér að hún er ekki hrætt við neitt, sko, það er eitthvað meginn. Nei. Það er alltaf að fara svo rétt til að hún degi einhvern tímann. Já, akkurat. Það snittust á hann að slakleik, þetta er hansi lítið sem getur rauninni þreppnað henni. Já, sko, það sem þið þurfa að gera núna, veist, ef þið eru alltaf að taka svona smá smoke plays, þá verða þær að finna disruptorinn, sko, drepa hann, veist. Og því að síðan þurfa þær að kæta þetta Doom og það er ekki hægt, þetta disruptor er ennþá til, sko. Einmitt, já. Þannig að þetta er alveg rosa flókið, svona, gameplan. Já, getur þú taka út svolítið mikið af stóti hjá Cozy Boys til að geta átt einhvern veginn þægilega fight. Já. En Juggernaut er búinn að svona jafna sig í skorun, hann er 4-4-4 núna og er alveg að halda í svona næstum því við Slarkin og Pudgeon, þannig að... Hann komið sannsvegar svona, Já. minni tími sem hann er dúmmaður. Einmitt. Búinn að vera dúmmaður hvern einasta fight held ég bara. Já, akkurat. Hann er svo komið með Eternal Shot og Blinkdagger sem er svona sterkt. Tanki. Já, Dót. Ég hefði viljað sjá Axian af þessum Pöts, sko. Já, einmitt. Það er náttúrulega... Það er klikkað upgrade, sko. Það er mjög gott. Já, kemur krókur en heitir ekki. Tæpur krókur hana. Það er svolítið carry pushing, sko, að fara í þetta Axe. Já, líka að reducer healing, sko, sem er... Einmitt, já. Myndi ég halda pínu gott í þessum leik. Já, er það málið? Það er reducer healing, akkurat. Það er endalaust gott aðgarinn, sko. Og það range er algjörð bull. Já. Steipa. Það er yfirleitt kannski betra á móti svona melee line-upum, sko. Einmitt, og hann náttúrulega getur tjónast okkur út í þessum leik, hann getur bara staðið og orðað. Já, en líka, já, bara farm speed og teamfight og allt. Það er bara að Axe að klikka, sko. Þá kemst upp með að fara í það. Það gerir það alveg í þessum leik. Já, það lítur út í það. Það er smóka á daginn, þeir vilja kontesta þetta tower push á Cozy Boys. Feldstendurinn á fremstri blokki er nokkuð órættur. Þeir finna Doom sem blinkar lengra inn. Það er ískreif á hann. Chromium verður að keyra inn í leiðið. Hann hóar Brumma sem er að falla. Ná Brumma niður. 9 kortlagstegn sem að Brumma er. Bakliðin eða dreifur Raggi Vindurinn. Það er einhverju svona nokkri fætar inn í gangi. Þeir eru búin að dúma. Það er rosa skrítið fight. Það er eitthvað með, þú veist, yfir allan jungle-in, þeir eru hetjur, sko. Það er allir að berjast alls þar en þeir hafnaði virðist hafa náð betri svona kökubitanum í þessu. Þeir drápu Pudgeon. Já, það var náttúrulega bara disruptorinn, held ég, sem að verja Pudgeon. Já, einmitt. Náðu hérna með Mýmhammer frá Treant, já, einmitt. Combo. Já, Pudgeon, var það ekki hérna, Maledict. Já, Maledict náttúrulega. Ef við setja Maledict á hann og taka niður, sko, þá deyr hann alveg. Akkurat, það er svona hérna tank-killer ability náttúrulega. Amplifier damage, eða markfaldar damage sem hún gerir á heituna. Já, og fá 9 killstreak á Chromium sem er ansi góð búbót fyrir hann. Svona... Já. Slátti gutt, sko, og hann er kominn Blinkdagger. Hvað finnst þér þetta Blink Juggernaut build? Spurning, þetta er yfirleitt alltaf einhver pæling, sko. Hann er auðvitað bara að taka út supportunum strax, sko. Því að hann getur ekkert farið í gegnum Doom og Pudge eða Slark, skilur við. Það er góð Pudge náði Treant að þeir törna á hann á smóskili í staðinn sem að Haflið er auðvitað bara nokkuð sáttu með. Já. Slark mætti núna, hann er með SNY Basser og er tilbúinn að líka carry fight.
Þetta er svona, þetta er smá kæruleysi hjá Cozy Boys sko. Mm. Ef þið eru bara saman þá er þetta svo erfitt fyrir haflið Já, að akkurat. gera. Slarkin breykar smókinn en það er lítið hægt að gera við hann. Cozy Boys eru allir mættir og klárir í hann að fight en spurning hvort að haflið vilji það þá. Það er að leita að fara einhver einu killi. Og aðeins smá map control aftur. Svæði til að farma. En þetta verður engin tímaveit úr þessu, það fara bara allir push lanes. Chromium með bot með blinkið sitt. Já, ég held að sko, ef að Chromium fær 20 hérna held ég að það sé frekar hjút sko. Já. Ef hann fer í þetta Blade fyrir hérna DPS og Einmitt, með já. Decrypt sko þá bara, það bráðnar þetta sko. Já, það er náttúrulega ágætt kombo. Ég sé að þeir eru búin að vera að gera það mjög oft sko, hann bara spinnar inn og þeir Decrypta target. Einmitt. Og þetta er náttúrulega bara tvöfaldar damage eða Blade fyrir, sem Akkurat. er mjög bygg. Svona frekar straightforward og bara start kombo. Ég held að þurfu ekkert armor í þessum leik, þannig séð sko. Já. Það er Einu sem er smoke Slark. frá Cozy Boys. Þeir eru að kynna upp í triangle sem Chromium er. Slark sér hann, en Chromium er að bli upp. Það er í hins vegar. Það er allt fallið hérna. Já, Mario punkt en Krummi var ekki nálægt. það er á glimsinu. Það er spurning, var ég ekki verið viss Og hann nær hann er- glimsinu, þetta er mjög langt glims, hann byggur að sjálfa sig. Það er með damage spells en hann fellur. Það er eiginlega ekkert gott að bleiða þessu. Nei, hann er örugglega þurft BKB. En ég veist, Mario bara position. basic, það er Doom á Chromium, lemja hann. Nú er hann nú komið svo djúpt samt. Poppar alltinu sinu og típjar út, það er ekkert. Jú, það er rót. Rót er ekki. Dyer's middle tower is under attack. Það var, þeir eru kannski getað náð henni þarna ef að... Já, ég held það líka. Radiant's bottom tower is under attack. Það var kannski viss hvort þetta fer í gegnum Já, eða ekki. Ég sjálfur er actually ekki viss sko, ég spila ég held ekki þrjant sko. að fer í gegnum allavega slípir sko, ég er nokkuð sem þetta kannski slípi líka. Já, Það er spurning hvað Moisan sé í chatinu einhvers þar og... við þurfum sérfræðingarna. Já, en hérna, já, ok, ég meina þeir fengu endakall kill úr þessu en nú fann hann bara... Já, hann mætti nú reyndar, hann kannski ekki bara að farma en... Það er ekkert að vera. Vindurinn er komin með Orchid. Er það itemið það? Orchid með Avalanche. Þú veist, ég er svo sem alveg smá hrifinn af þessu vindurinnar Já, sem early game item sko. mitt. En ég veit ekki alveg. Já, ég hef nú ekki séð oft eftir Maelstrom. Það eru eiginlega ég- engin BKB á Radiant þessu er þannig að Nei, mitt. það er að fara að ná silence eitthvað þá kannski slaka. Já, hann er kannski að hugsa þetta bara fyrir slarkinu því þetta er náttúrulega, þú veist, item sem þú getur ekki reakta við þannig sé sko. Já, ég mynd. Það getur alltaf reakta við sjark. Það er góða mitt, næstar og át, það er góða gömur, síður, þessi hýra inn af góðum sem er með nefnir, hún er að, Healing wardin hann bara að halda hann úr lífi sko. já, spinna sig út, það er að hýra þessu upp hérna, hérna góða inn, flash á rakka, á honum, slarkmætur, Nú er bara, það er verið að haflega til að koma sér út haldið. það er ekki gaman að spila supportan núna. Nei, slarpa ekki páns. Já, þetta er eitthvað rót til að kontra eins í þetta. Þeir ná endakalum inn, díka með sjálfum sig, en á ekki með pödd sem bara getur með turninum. Fyrir líf, komið með turninum, fyrir með henni af honum, hætta turninat. Húk út í beisuna aftur, hann lifir ennþá einhvern veginn. Dyer's middle tower is learning to fear. Ná að kalla og ná stæðinu sig. Nú kemur hluta spil, svo þetta drepa slakkin. Þetta er 8 killstreak fyrir Chromium. Smá Já, hann er, misskilja hjá ertu Mario. með networth opið eða? Já, við erum líka verið að harasa þig. Ha, nei, bara, þú veist, sjáðu hvar fannar er. Já, hann er komin Með á þennan leik, bjössið, sko. einmitt.
er mjög vel gert þeim að ná, þú veist, að halda karriérinu góður, sko. Já, heldur betur. Er þetta mót fannar þar sem hann tekur þetta bara á sig? Það er spurning, hann átti þessi sterkan sögurleik hérna seinast akkurat þegar endakarlinn var að spila pugnu og það góð hérna, hann fann að hringar inn og Purger, nærkilinn á Disruptor og Vilja Hannes, en hann er mjög tanky, hann er með 3000 AP og meira eldan, það er bara spinnan, það er ekki búinn að kontra þetta, stundina vildarnirna, Hannes borðar en það kemur mikill skaði frá Deathward og endakarlinum, þeir ná Hannesi, ekkert mál, það er mínir armor af Pudge og Fannari byrjar að spila mjög aggressively, bara er að keyra áfram í liðinu sinu. Sérstaklega, hann fór í diffju núna sem að geggjupæling, sko. Já, Og því að þetta díla við slarkin, sko. Einmitt, já þetta manaburinn er alltaf gott á móti slarkinum og þetta er gott, ansi gott chasing item bara í general, það er upp á þetta Purge. Já. Og þeir gera bara beintinu úr, en já, þetta er náttúrulega óvenjulegt með diffu, þetta er venjulega svona fyrsta item, fyrsta annað item. Já, einmitt. Þetta er eitthvað, þetta er rosa old school, eitthvað, gott eitt, gott fyrst mér, sko. Einmitt. Bara eitthvað third item diffu og að Joker, ég fýl þetta. Þetta er ekki hægt að segja annað en þetta sé að virka fyrir hann. Þeir eru að ná rósinu, minni fyrsti rós leiksins. Fannar eru nokkuð með Aegis og eitthvað hann að vera ansið skeri í svona leika. Hann jumpa bara beint inn á Cookies, omnýjar hann, er eitthvað counterplay hérna, það virðist ekki vera, hann nær næst í að drepa hann er með hart, hann vil ekki en drepur hann. Þetta er algjört mót fannar í gangi þetta, sko. Jumpar inn og drepur Dúmin með hart frá 100 í 0, hvað á þetta þýða? Honum við drullu saman núna Fannari, sko can't touch me. Mættur á Juggernautin. Þurft að bíða í 30 mínútur eftir að leikurinn byrjaði. Já. Nú er hann komin í gang, sko. Nú þarf endakallinn bara að standa fyrir aftan hann og kasta einhverjum heals og ward og hérna heala mögulega hann í klandri. Já. Sko, ég væri til í að sjá samt Forstaff. Þeir þurfa allavega eitt Forstaff á dag. Já, einmitt, það er vel aðtúað. Þegar hafa ekkert, þú veist, ef það er einhvern tíma nálægt pötsunum það er ekkert counterplay. Slark er að lemja á það eitthvað, þú veist, þetta er bara geggjaður forsleikur, þetta er Slark pöts. Og þeir eru með sínist engan. Slark, líka Jakiro spilin í pöts, það er allt eitthvað jökk sem þarf að koma sér burti frá. En ég meina það er Karri sem að hoppa bara inn og drepur fólk, þá... Já, en ég er bara að segja það, það er næstu skref, sko. Já, algjörlega. Þeir er alveg búin að rísa þetta rosa vel núna til þess að byrjun. Og þrátt fyrir þetta svakalega dominant start sem að Cozy Boys höfðu, þá er ekki einn tier 2 turret fallinn hjá Dire. Sem að mér þykir bara mjög merkilegt í rauninni eftir að horfa á það. Þeir voru náttúrulega ekki beint einhver objective gaming, sko. Nei. Þessi Slark er eitthvað, þeir eru aftan tier 4, sko. Já, einmitt, hann var bara komin inn í... Hann er ekki beint, bara að lemja byggingarnar þegar þeir voru þar, sko. Þannig að... Það er ekki alveg margar til að lappa á hangandi og lemja byggingar kannski per se á Radiant. Nei, náttúrulega bara Slarkin. Jakiro getur eitthvað að vinna í þessu svona. Yfir smá tíma. En já, staðan er nokkuð góð fyrir Dire. Vildarinn er nálgast byggja á BS1 sem að vera mjög sterkt item fyrir hana býst ég við. Já, og síðan núna sko, núna eru Radiant með huge time. Það er Axe bæði á Jakiro og Disruptor og einmitt, já. Það er mjög spooky. Það spilum hann í áður þessari Axe, já. Mikið kontról á Rúbraxanu. Þeir ná, já þeir drepa Windrunner bot sem var eitthvað að pusta í eininu. Hún náði turninu samt, þannig að... Já, einmitt. Worth, ég veit ekki. Já. Þetta var ekkert allavega bara fít, sko. Nei, einmitt. Nú er Fannar komið Linkens og... Linkens. Og softboot hérna diffuninu. Diffuninu, já. Og er að fara í Buster. Síðan allar hann í Buster. Já, ég er bara að selja ykkur items sem allar verður með öll þessi items. Já.
Ég vona að hann viti að backpacking virkar ekki. Nei, mitt, þetta er náttúrulega old school spilari og var hérna upp á sitt besta áður en að þessi shards og backpack og eitthvað kom í leikinn. Kannski aðeins Já, nei, miskilja nei, þetta maður. gamli. Það er náttúrulega eldri menninni hérna. Elli glöpinn, sko. Líklega gaman að skrifa þetta. En hann er alveg með Gjumar Shard, sko. Það er Já, einmitt. gott að sjá það, sko. Hann veit af honum. Já, einmitt, já, hann er búinn að greina að lesa hvað shardin gerir og hefur ákveðið að þetta sé bara kannski ákveðið sjómynda. Þannig að hann notið þetta spin sitt og það kom með talentinn hérna sem vorum að tala um hann. Ég myndi nú, ekki hérna kannski bara sviftinga Mjölnir eða eitthvað málið? Já, ég myndi bara fara í Mjölnir Svifting fyrst hann fór í þessa diffi-pælingu, sko. Ég veit ekki alveg hvað hann vill bassa hérna, hann var kannski dummi bara. Já, það er couch eitthvað. Já, það er smók á dagir og þeir finna double damage í vannar og hann er með halv mínútu eftir ages. Þetta er prime time til að fara í ykkur kills. Cozy Boy er hérna bara beint í smettinu á hann, hann jumpar inn. Er dúmar, hann er með einu þetta á, er að spila niður Stefán sem er ekki á orði, en silencer. Næstur okkur dagskrá er Cookie sem er margætitaður. Fannar er óhættur, það er 10 sekundur eftir ages. Einnig er bara að fara að deyja þannig að poppa því, en Palli hérna leiður ekki að deyja, slappa hægri inn. Agesin er alveg að vera úti, en það er takkir fram í slags, en það er disjointað. Gott skí frá Slark og þeir eru að fara að klína upp með þau hjónin, Slark og Brummi. Já, Og látið sig að hann er því hana. Hann sá alveg þetta omnislega koma. Já, einmitt. Þetta var gott kampli og ekki alveg fætinn sem að Tjöggar var að leita eftir væntanlega eða svona. Þetta stemdi í... Nei, þetta var náttúrulega smók í smók. Það er alltaf, maður er svolítið Já, það er mjög confusing fætar, sko. Það er svo lítill tími sem maður er átt til að átta sig á hvað allir eru og svona. Akkurat. Það falla í rauninni allir nema bara þessi 3 garri hérna leiksins. Já, en þetta er, hérna sérðu líka Forstaff leiksins, sko. Þeir lendi í einhverjum súplu sem að allir hinir nema Fannar náttúrulega. Hann er náttúrulega eini sem er með eitthvað svona í kittinu svona sem að getur að avoida allt þetta drasl. Einmitt. Með bara að sprinna og hlaupa í burtu. Komast út úr öllum þessum AOE sköldrum sem Radiant eru með. Já, hinnir geta það ekkert, sko. Já, itembuildurinn á Radiant, það er þetta hard first item af Doom sem að mér finnst mjög persónulega finnst það mjög questionable. Já, mér langar ekkert að ræða þeim það. Nei, það er kannski ekkert mikið að segja nema bara við erum ekki runnir. Það er komið Axe á Hannes sem er mjög stórt item líka. Það er komið þetta, 3 Axe eða eitthvað á Radiant. Topp eru gaggað bugnuna. Já, það er í country og hann er júlsaður, það er lítið counterplay hérna, hann finnir skilin á sig en það er ekkert sem, það er eldur hérna bara út allt. Ríkarinn fyrir sjálfum sig getur ekkert, hann er döður og 60 sekundur og það er spurning hvort að Radiant sjá þessi leik á borðið með að plussa hann Turret bara. Bottlinn er bara hérna alveg með creeps og hann er búinn að queue upp Swiftblingið. Svo er það með. Já, með eitthvað skati að það. Kannski bara eitthvað að ruggla í okkur. Já, það má vera. Já, þeir var tier 2 turn á Radiant en þú voru ekki að fara hlaupa í Raxið. Tók allavega tier 2 turn. Hérna er Radiant, það er blotti loksins. Mér finnst betur. Þetta tempo þeirra er... Já, þetta er Witch-Outer Illusion að drepa hana. Hratt og vel. Hann kaupir Swiftblingið og... En það er með shardið samt. Það er eitthvað... Treystir þessu ekki ennþá í hautunum. Hann er kannski að vonast til að fá frí hann seinni rossum. Einmitt, já. Það er náttúrulega... Hann er alltaf gráðið maður, sko. Næla sér í smá auka networth í því, sko. Damned be my support. Þannig ég veit að þetta er komið með shardinn, sko. Hann er ekkert forstað til að bjarga, það er bara hoppin í Death Warden, sko.
Palli að gera góða hluti inn á topp, bara eitthvað ítað út döðulennu, Mitt. svo BSC kallar það. Mitt. Það við erum búin að sjá talsett af þessu í mótinu hingað til. Já, þetta er of mikið, sko. Það var margir tríhandspilarar. Já, þetta er 320 kíló, þetta eru messan á þessum 90 ára Það er bara að sakast við hann fyrir það. Það er svolítið fallið inventory á Juggara, margir svona litir og Já. þeim fyrir blá. Það er saman. Já. Ross er uppi, sko. Ég sá að Já, Ross er uppi. þetta gælan var eitthvað að byrja á því. Tekur DT. Damage. Þetta fellur hann sér svart á móti henni. Spurning hvort að það sé eitthvað counterplay hérna hjá Dyer, hvort þau viti af þessu. Dire's middle tower is under attack. Nei. Þeir ætti samt að vita þessu núna, sko. Það er enginn að sýnast þeirra á leins. Já, Fannar er að hlaupa niður midina. Þeir eru smókaðir. Það er að taka hérna brightness. Radiant's bottom tower Já, þeir vilja örugglega bara ekkert kontesta. Þeir eru svo allir út allt eitthvað. Já, Það er eitthvað að góðan fæt þarna. þeir eru með góða náttúrulega galdrúlla berjast í rósputunni reyndar. Það er í sull sem er að henda inn. Já, þau eru líka bara með þetta svæði, sko. Þeir eru ekkert að fara að labba inn. Þeir eru potið með eitthvað vissum. Maggi er hérna þess að elda Pallatopp, hann sem er búinn að velja að búið sér leininu. Þessi Kíró eru rosalega formaður. Fundu Jugger. Já, býtum nú við, hérna Jugger, snart fyrir að lemja hann. Hann er tótt svo kúkinn, veist það er. Já, hann er stendur. Hoppa inn fyrir meira. Hann er með ekki líka á kúkið, það er bara kúkinn. Það er að fá fjórða, það er spurningin. Nei, Palli verðist þarf okkur óvöldur. Hannes hoppar inn, vill meira, húkar hann og sér hann einhvern veginn. Já, nú ekkert mikið að trjána hana, I guess. Nei, það er Dúmabjörg á bíu-vindrunin, núna er nokkur röð, komst í vel, Mari vill dæfa hana í vel og já, ok, það er henn, Til ölltarkinn fyrir bæbaka. slark, Þeir eru rampets, já. en á móti kemur að það er engin lengur, eða jú, Raggi er hérna komið á milli niður, þannig að það er sem svo að taka Ragg svona. Dire's middle Já, tower is ég falling. getur nú alveg tekið tvo held ég. Dire's middle tower is Það under er attack. explósa. No care. Fjögur bæbak, tjökkum hlutin hérna. Það er honum kostar ekki svo mikið. Já. Tower has fallen. No trees. Það eitthvað svo að þetta er ansi erfitt púst nokkar á Radiant. Þeir viljast bara vera að gera meira. Dróni, þetta getur verið... Gæti verið gott fyrir Dyer ef þeir ná að halda þessu. Bæbaka 2 og þá hlaupa Radiant í burtu. Fá ekki það second drags. Fá tier 1, tier 4, 1... Þeir eru bara að spila þetta safe, sko. Þeir ætla bara að gera það saman aftur. Finna eitthvað út. Bakka hérna. Eru allir hérna, en Dyer smókar líka inn, Palli hleypur inn í það, hann er búinn með baklökið, það er annar smók. En það er ekkert Doom, Kúkis er hérna fremstur í flokki, Palli hleypur ekki neitt, það er blink út frá honum, það kemur eldri niður, Palli er að hlaupa fram og tilbaka honum. Dyer er ekki að fá eitthvað, en það er ekkert í búið hérna, einhvern rekills. Það er Radiant, en Slark er mættur í klæmu, góður inn á optjökuna, fyrir að lemja niður inn í Það er bífi niður, söppar inn, ætlar að halda áfram, Jókababba fyrir til. Vindurinn í burt, þeir sem er slóið á sér. Byrjar að ölta sætukjælu sem hann tókur öltinu. Fannar mættur, hann söppar inn á SLS, notar öltið sitt til að drepa hann. Ég er ekki með öltinu núna. Þeir eru bara 2 ljóðum í Dyer. Þeir eru að spinna, en það er allt lið reyndinni og slófa Sveðurum er Hannes blinkarinn og drepur hann kemur geggja kask og malendingt á 2 hérna en allt er ekki að gera mikið enda verður að sjúga Dúminn ná Papa Aegis, hann er að fá að deyja á Cookies Fannar hleypur inn alveg brjóla
Það með spinnið sitt að skjóta mjög hratt en hann skjóta í kaftanum instant bæbak á Chromi sem týpir aftur inn, hann vill drepa þessar hetjur. Nari að hlaupa eftir Dúfi og hinnum en hann leipur beint í kemur Brumma sem borðar hann og það kemur stemma eftir honum. Hann með healing wardið niðri sem að gera mikið skaða, kemur bass frá Fannar að droppa mjög low, endaklega kemur að björgunum en þeir deyja báður og nú þessi leikur búinn líklega. Ekki. Leiðilegt að sjá, rosa fight hann í lokin. Já. Nokkuð sterkt comeback frá Dyer sem átti klálega að senda síðan leik en það reyti hann að pulla þetta aftur og hérna. Já. Ég held að bara, ég veit ekki. Það náttúrulega, þú veist, þó að Fannar sé að eiga góðan leik þá þetta náttúrulega algjörlega glataður leikur fyrir alla hérna núna. Einmitt. Þú veist, þessi Pögna getur ekki gert neitt með þetta build. Einmitt, já. Þú veist, hann fór í Octarine Lotus. Já. Það vantar. Veit ekki alveg hvað pæling þetta Lotus var sko. Octarine náttúrulega klassist fyrst item en. Já, þetta var náttúrulega þannig séð þó að komið með comeback þá var þetta alltaf erfitt. Þú sást bara Pötsin og leiða hann dinga 25 þá var hann alltaf með 5k HP eða eitthvað. Já, Jesus. Slarkin dó bara einu sinni í þessum leik, þannig að... Já, það var ekki nóg fyrir bara Juggerinn að eiga góðan leik. Nei, mitt. Þú sást bara eftir að, þú veist, Disruptor fekk Axe og Jakiro þá þarf hann einhvern veginn, þú veist, hann þarf bara einhvern veginn að ulta Disruptor og svona í byrjun fightsins og þú veist, það er allir ofhættilegir fyrir hann á Jugger, sko. Akkurat, hann var ekki ná að spara hann á Omnið. Nei, en hann var með, Fannar með smá sjóðana sem er gott. Gefst ekki upp. Algjörlega, og bara gott að hérna menn að berjast hérna bara til að Þrónið fellur sem er hérna var nú í gær var fannst manni nokkuð skvitað svo Gigi-kól áður en að fólk byrja að lemma Rax en hérna. Já, ég svo sem skilja alveg seinni leiknum hann, það var náttúrulega frekar leðilegt. Þannig að picking rugl eitthvað. Já, kemur fyrir. En það er svo sem hvorki hér en ég nú. Það er bara leikur 2 næsta dagskrá. Er hérna... Já, er eitthvað annað sem vilja segja þennan fyrsta leik? Við erum ekki búin að koma Nei, svo sem bara Axe smá flip hérna í Radiant líka, fannst mér. Já, einmitt. Það er hann að komin í baseið bara 30 stundu. Aðeins að æs í mönnum. Já. Það voru, bara gott stöf. Já, vel spilað á Radiant. Spurning hvort að afliðin er að eiga betri leik. Ég ætla að stilla bara smá músík og ég þarf að hoppa eins og segja og svona.
Þetta er Stefán Setja. Já, einmitt, hann fór í frí, þess vegna hvar er You þessi? have 10 seconds left. Ég var nú líka hlifinn að þessari hittu hérna í You Denver. Ég var have með 5 sko seconds left. Já, þetta er svona hittis disruptor, hann bara, þú veist, hún Já. býr bara til fight, sko. einmitt, hún forsar fæta, það er alveg rétt. Radiant victory. Heldur nú við. Og Cozy Boys vinna leik 2, nei. hvað gerðist hérna? Já, ég veit ekki alveg hvað þetta var. En þetta er eitthvað lobby bug. Er þetta nýja AI sem voru að vinna? Þau er bara, annar liði vann bara drafti, automatically. Það er bara Spirit Burger kiki. Við völdum last pick. Þið völdu Dyer. Já, það var þannig. Já, við sjáum náttúrulega ekki chatti, varst þú með það opið? Nei, Nei, það voru kannski eitthvað. en ég, þú veist, þeir voru með... Veitu nú við... Já, ég spurning hvort að, ég sá ekki, Við fáum að velja í seinni leik, já, þeir völdu last pick. Þið vilduð second pick. Ég skil ekki alveg. Mér hefur sagt að endagilin hefði unnið coin flip. í fyrirleiknum. Já. Og valið hvað? Dyer þá? Valið eitthvað, ég veit ekki hvað hann valdi. Það var bara hérna. Hann hefur valið Dyer þá. Skil ekki alveg hvað er issue hérna. Ok. Tala um einhvern veginn. Já, ég er að tala um það. Hvað, sérð þú þú? Já, byrjuð. Já, Hannes er ekki í lobbyinu. Já, ég er ekki. Er lobby komið? Já, ég kom í lobby. Þú er alveg að mæta mig. Ég get ekki séð hann einhvers staðar hérna innum.
Er það eitthvað að loka? Sjá. Passwordi? Ég skal alveg nota það bara. Sorry. Já, sýnist þeir ekki hafa skiljað hvernig þetta virkar allt saman. You have 5 seconds left. Dú. 10 seconds left. Stanna, Bergur. Já, You ég have reyna 5 seconds left. Radiant team banned. Dire team banned. Ok, já. Ok, það er bara draft, ég bara svo leiðilegt að vera eitthvað admin, eða þú veist. Já, ég skil það. Spila Þetta er bara haflega það sem ég skilja hvernig þetta virkar, sko. Var ekki, já, ég Það veit er, ekki þeir hver heldur var- að þetta var mirrorar í seinni leiknum, sem Já. sagt. Og þeir fengu bara, þú veist, ef við unnu cointossið þá fengu við bara að ráða, þú veist, hvor fyrri leikirinn er first pick, last pick. En þú veist, Já. þeir eru náttúrulega unnu priority, sko. Einmitt, þeir unni priority og þeir fá þá að velja í rauninni úr því að annarkvort að velja site eða pick og Já. það er reversa í seinni leiknum sem er bara nákvæmlega eins og seinasti leikur sem að ég hóstaði fyrir það var og þú veist, Já, svona, tekur smá kannski tíma. já, ég meina þú veist, ég held að það sé meira bara já, ok, við getum tala um þetta bara, við getum Nei, sagt nei, einhvern post whatever. um þetta á eftir eða eitthvað en Já, mér finnst fair að, þú veist, sé hvort liðið fóða last, og því að mér finnst það sem skipta máli, first pick, last pick, sko. já, algjörlega, en þú veist, þetta er náttúrulega líka bara strategy að þú vilt fá first pick þá máttu taka það og þetta er alltaf að spila svona á Já, TI og eitthvað svona sko en ok, hvað er það? óþara vesinn. Og í rauninni sko, ef þetta væri eina ástæðan fyrir að ég þarf að gera þetta manually í Game 2 er að þetta er best á 2 seri, annars var ég bara hægt að gera coin toss inn í leiknum sem að hérna, þú veist, þannig að þeir fá þá að velja automatist í lobbyinu Game 2 og 3, en hérna en ok, hvað er það? Dire team pick. Það eru picks Já, Lion Sanking, opnari frá hárliðinu, já, nei, Cozy Boys bara góð opnun. Býtu, Díla alveg ágætlega vel við Spiritburger þannig sé, sko. Seconds left. Dire team banned. Býttu hvað? já, ok, já, þeir swappuðu liðunum já, þeir eru komin að reytjand alltaf núna ok, ég leiðum bara að spila þetta, ég held að Já, þetta er basically, þú veist, þeir eru núna að gera það sem að þeir heldu að væri rétt. Þetta væri bara mirrora frá fyrsta leiknum. You have Þú 5 veist, seconds já, left.
Cozy Boys voru Radiant með Last Pick aðan og núna er það Mirror, en það er ekki þannig sem það virkar, sko. Nei, en ok. Allt í lagi. Yes, herru, bara klassík í þokkinn íslensku minnásum. Sekiro Spirit Breaker, Já, Lion Sun King, við hefum nú séð það oft. þetta eru hittir með mörg stunts. Marga Já. góða abilities. Mörg stunts, teamfight, galore, þannig séð. Bara gott stöf. Algjörlega. Og þeir banna vindrunnin á Radiant sem er verið að targeta Mario væntanlega. Já. Eini annar vindrunninspilarinn hérna. Death Prophet og Venomancer á Dire. Það eru raggarhetjur sem að raggarleiðið er að banna. Já, einmitt. Mjög spes. Ég er mjög forvitin um þennan Venomancer, hvaðan þetta kemur. Hvort það sé... Eða þetta er örugglega Raggi bara að spurja þessar hetjur og síðan Hannes bara banna Hannes að þær. banna þér. Nei, en ég veit ekki hvað... Þeir bönnuðu líka Ven og DP á hann, Last Fizz, var það ekki? Ég veit náttúrulega Fannar finnst lúmst gaman að spila hann sem Venomancer. Já, einmitt. Já, maður nú séð hann eitthvað að peka sig í pöllum. Já, þannig að... Ógeðslegt, já. Skil vel þessi bönn. Hún er græn líka. Hata grænar hetjur. Ekki fan. Sýnist hverjum grænu hetjurnar, víst. En já, það er Tiaban sem er bara verið að targeta Mario áfram. Já, þetta er líka það sem ég tók hann á síðustu móti. Þessi poll, sko. Já, banna út Mario bara. Banna út Mario. Já. Það endur hann upp á einhverju banna hetju. Hún er með svona, já, hún er með Defined svolítið Hero Bull. Já, hún er alveg ógeðslega á nokkrum medium. Þannig að ég gúttir þetta. Það er náttúrulega alveg nokkrar. Mario hetjur. Komirana. Maður sjá, fara yfir listan bara enn. Þetta eru hrifna sem kvenkins mitt-hetjum, sko. Já, Kvop. Ekki síðan að spila línu, eða... Nei. Fleiri... Nei, kannski bara Kvop og Mirana sem er eftir. Svona klassísku. Já. Þú veit að hún fílar meitin en kannski ekki á mitt. Nei, hún ætla að spila core You have 10 seconds í left. þessum leikjum. You have 5 seconds left. Og TPN fyrir út. Svona 1v5 vedja. Þannig að því ekki. Já, vissulega. Það hefur verið búið að banna hann TP áður mótið Fannar. Já, ég held að hún hefði ekki verið pikkað einu sinni samt. Nei, og ég kannast ekki að hafa síðan spilað þessu hetju mikið, bara í röðu. Hún geta eflaust, sko. Ég hef bannað hann oft líka, sko. Þetta ógeðslega hetja, sko. Já. Hún getur nú alltaf tekið yfir leikinn, eða svona. Já, það er líka bara, þú veist, þessi lane pressa sem þessi hetja gefur, sko. Já. Já, mjög sterkur leinir með þessu, hérna. Nei, bara svona, þú veist, inn í, þú veist, þegar það kemur 15-25 minnur inn í leikinn, þá er alltaf eitthvað illusion að pússa lanes og þá er bara erfitt að ná góðum fight, sko. Akkurat. Ef þú ert ekki með hetju, þú veist, ef þú ert með Lion þá er það svona mikið minni pressa svona hexerar. En hún oft bara, já, setur upp rosa góða fighta fyrir liðið, þessi Terrorblade þetta. Og kemst í gegnum fyrstu 15 minnuna. Einmitt. Svona svolítið svip á Furionin sem við sáum Fannar einmitt. Algjörlega sopa óvanum sínum myndið teppið á hérna. Ok, maður sé það. Þetta er önnur stönnið þetta. Já, þetta er Nyx Sun King. Þetta er Nyx Sun King Lion, sko. Þetta er Impale-hetjurnar, sko. Já, einmitt. Það er öll Impalein. Þetta er allar Impale. Það er engin önnur, held ég. Nei. Já, hvað finnst þér þetta Sun King Nyxl? Þetta hefur nú verið að milli tannan á testerum svona í gegnum tíðina. Sun King Nyx. Ekki svona endilega mest synergy á milli... Nei, en þú sér þeir lukka vel saman, sko. Já, þeir eru flottir. Þetta er thema-lane, sko. Já, það má segja það. Það er ekki skýt ég það. Nei, þetta er náttúrulega, það er
Yfirleitt á offline viltu hafa einn range state melee. Það Já. er bara svona frekar staple dæmi. Einmitt. Og svona, já, þetta er tvær En hetjur mjög- sem er rauninni setta upp, kannski meira heldur en gera damage. Já. Nei, Sangin alltaf, hann er alveg með lúmst damage þannig séð, sko. Jú, það kemur Dying og þetta er enn einn Ísland Dota hetja. Það er actually svo leðilegt hjá Hannes, holy shit. You have 10 Hann seconds er, left. já, hann er búinn að vera að setja upp svona, þessi drafting You strategi hjá have honum 5 er seconds left. mjög þétt með því að segja. Já, Bara covera basein sinu vel með mikið af teamfight, stunnum, initiate, sterk lanes, einhvern veginn, það er svona, það er erfitt að ég fengja þetta, Radiant team þessa hérna, hann er mér annan. sjónum sko. En þarna kemur mér annan, já, og hún er með allavega eitt spirit breaker til að setja upp fyrir sig. Dire Ja. team ban. Alls þetta heitir svona alltaf að hlaupa fyrir fram sig og taka. Vel. Þannig er pélinn og þetta stefnir í kannski smá snúsfest leik, eða hvað? Þannig sé ekki, þetta er náttúrulega rosa mikið action-heitum bara Já, right off the bat, sko. Fyrstu 6 heitunar eru 10 bara, seconds þeir vilja left. náttúrulega fæta á dagir. já, algjöru brólerar. You have 5 seconds left. En eins og við sjáum úr þessum leikjum, þá verður oft svona, kannski svolítið rugningslegir, sko. Já, Það er einmitt gott að hafa einhvern svona, þú veist, mega carry in the bag, sko. einmitt. Það fór, mér finnst það svolítið þema hjá mörgum að það er ekki, fólk er erfitt með að close út leikjum. Dire team ban. Eða Já, svona einmitt. Einhvern veginn, já. Já, Secure það er fáum eitthvað ekki svona. advantage. það er náttúrulega bara erfitt í síðustu pötsum að klára leik sem átt að vinna, sko. Ég kynst því alveg mjög vel, sko. Einmitt. Eftir að buffu þess að turna á miljón, sko. Það er eiginlega aldrei sem þú getur bara klára leik á 15 mínútur núna, sko. Já, You einmitt. have 5 seconds left. Það Þú eru ert að ýmsir gera- bufferar þarna í bóði. Já. Armor buffið og eitthvað svona dót sem að quality of life. En sjáðu núna þessu þetta picking phase. Núna geta þær pikka carry and forth. Þeir sjá 4 hetjur og síðan countera middi líka, sko. Mér finnst það rosa erfitt, sko. Ég skil ekki alveg eitthvað breyttu þessu picking phase. Einmitt. Mér finnst það aðeins meira balanced fyrir, sko, en ég veit ekki hvað menn er að hugsa þarna í Pro-Dota, sko. Ég er náttúrulega kannski svolítið langt frá því. Nei. En mér finnst rosa erfitt að vera með first You pick. have 10 seconds left. Já, akkurat. Þú verður að vera svolítið með þéttari strategíu You have 5 seconds sem er left. Já. minna reliant kannski á eitthvað svona counterpick. Sem er erfitt, það er svo mikið ást í þessum leik, sko. Já, Að, þú einmitt. veist, það er erfitt að pikka 4 hetjur sem bara covera allt, sko. Monkey King. Og Monkey, Það er Monkey sem að, þetta eru nú Það er- allt heitur sem eru nokkuð þéttar sko. já, fínn á móti PL, Hérna mútið þessu dual mílinni bot. já, en þetta er náttúrulega rosa abusable lane, sko. Það er allir þessi svona anti-melee karriðar sem bara Já, You have 5 vinna svolítið seconds þessi left. tóa. ger ekki mikið Ah. þessar pöttur. Það er bara Hvað ætli Gummi taki núna á móti mér rauninni? Já, það er spurning. Það er búið að banna línu og OD. Snæperinn er inni. Snæperinn inni, En ég er með að, þú veist, einhver PL svör- Snæper með fullt af einhverju stönnum fyrir fram sig. Já, þetta er nú... Það var svo sem ekkert bad. Þetta er nú kombo sem að pörubildarnir eru búin að vera að taka svolítið. Það er hérna PL Sniper með Bristleback og þeir hafa líka reyndar að vera með Bristleback hérna Keeper sem er rosalega erfitt dæmi til að púsa inn í. Það er engin Sniper hér, það er grænheiti og það er Viperinn. Það er græn þetta. Og þetta er náttúrulega ákveðið svar í Monkinum. Hann náttúrulega getur ekki stakka upp jinguðinni þegar hann stendur inn í litla hérna podlinum hans. Já, bara rosa fínt á móti mjög rauninni líka mitt. Þetta 10th pickið sem að þeir voru að leita, já, eða svona sem solva leikinn fyrir þá. Mér líst alveg vel á þetta, sko. Það eina náttúrulega er að hann hatar örglega hennan Spirit Breaker svolítið mikið, sko. Já, En hann getur svo sem farið í Hurricane Pike eitthvað til að redda því fljótt, sko. mitt. Og, þú veist, Monkey ult er náttúrulega mjög leðilegt fyrir Viper, en Já, eins og ég segja, Hurricane Pike myndi bjarga því líka, sko. You Þannig have að, 5 seconds já, left. líst vel á þetta. mhm. Þetta er náttúrulega svona
Þetta er svona sefi, þetta er eiginlega svo svipað á þessi snæperheiti, sko. Í Pleastel, það er Já. bara með aðeins minna range og þú veist það með magic damage og erfiðar að drepa, þannig að jú, mér líst vel á það. Já. Og þeir eru með 3 impale og 2 carry-hetjur, það er 2 damage stilir á 3 impale-leitur, þetta. einmitt, það er spurning hvort að þetta sé nú til að vinna Herri, ég ætla aðeins að fara, tekur við næstu 2. Já, ekki mál. Og já, það eru einhver svör hérna við PL-num, hann er ekki þessi Uber carry kannski sem að hann er stundum, það er talsveit af AoE magic damage, meðal annars, já, Jakiroinn, Mirana ef hún fer í hérna Starstorm bakspild og svo alltaf Hannes með talsveit af AoE á sinni hetju. En ég kynni bara liðin til leiks að hérna fyrsta lagi er það Radiant, þar er Palli og Beefy að spila 2 impale-hetjur, Lion og Nyx á supportunum. Yoda eða King Chris er að spila offlane Sun King, Endagalinn Mid Viper og Chromium á Phantom Lancer. Þeir smóka á það Radiant og eru að leita einhverjum killi með mörg stun eins og við erum búin að marga oft tala um. Á Dire er það Cookie sem er með Undying, Rangar á Jakiro support, Sætakala á Miruni mid, SLS að spila líklega 5 Spirit Breaker og Hannes er Brummi á Seiflin Monkey King. Og Reytur mætti inn í triangle hjá Dire rétt svona á stönninu á Undying, hann er góðu strengtsapi, kemur öðru á Nixusa sinn, en það er verið að slóa hann með neðurtóksinn, Poison Dag, en hann er að lappa þetta á sér með 12 strengtstólinn, poppar Salve strax, alltaf bara beint aftur á leinið. Chromium tók ekki þátt í þessu, hann byrjar bara að skera niður trénin á botlinnu og menn Radiant er ekki þessu líklega að taka 2 rún af Dire. Það kemur ör inn en hún hittir ekki og þeir treyta bara 2 rúnum á öfum stöðum reyndar en ágætt treyt fyrir Dire býst ég við. Og þá förum við inn í laning stageið. Þetta er dual melee botlane hérna á móti dual melee botlane og Palli er að supporta hann er supporta Chrome hérna botlane á Nyx og spurning hvort að í róði þetta 2 strengt lane með Undying og Spirit Breaker. Já, ég held sé alveg næs fjöldlein, sko. Já, er það málið? Já, en Dying er svona, hann er náttúrulega óþarlandi fyrir hvað carry sem er, sko. Hann er í byrjun, en síðan verður hann bara manalaus og þá er lífið gott, sko. Já, þeir gerðu þarna Sun King Lion sem að mér lyftu vel að, sko. Já, einmitt. Þó að þessi Lion spilaði bara 5, þetta er svona eins og Liquid var að gera, þegar Kuro var hluta mikið. Kuro ekki á offlinenu með Mind Control. Og þeir eru með ansið stert, einmitt líka leinina á Dire. Það er Monkey King, Jakiro, mikið harass, stert kill potential, mikið damage. Já, ég held að geti samt, eins og in theory gæti þetta laun alveg contesta, sko. Þeir eru náttúrulega með mikið lockdown sem Monkey hattar, sko. Og ef þeir fá, þú veist, á level 4 eða eitthvað, þá held ég að geta alveg snúið þessu laun við, sko. En fyrsti levelin er rough. Þannig að bara að lifa það af og reyna að fýta ekki og síðan bara nota spells á hann. Já, millin er endagaldum aðeins í hag til að byrja með. Já, ég held að það verður alveg þannig. Já. Ég held að sé ekki skemmtilegt með raunulegin. Nei. En maður veit aldrei. Þessir örvar náttúrulega. Besti spelun í leiknum eða hittir öllum. En Viper pushar bara inn í leinin til hennar, já, hún er ekki alveg með tól til að díla við það eins og er. Þeir eru bæðið bottle og treyta á þessum litlu rúnum hérna. Mér hann er stóru creepið hérna á tómati á Radiant kampinum sem er ágætt fyrir hana. Já. Gefur henni mikið, actually. Já. En Fannar er hérna hæstur í CS-num og gengur ágætlega á þessu leini eins og þú spáði fyrir. Ekki kannski mikið
já, hann með lineáli hérna upp í turnin sinn sem bara, já, idealega. Já, einmitt. Ég alveg vilja sjá hann taka þetta clarity á þessum daginn, sko. Já, einmitt. Þetta rosa triggerandi þegar maður að spila carry, sko. Já, einmitt. Það vill ekki... Það bara að leiða hann að fá þetta manna, það hættu við. Vonandi hann að senda á sig stikk. Já. Hann með það á leiðinni. Hann bara einn á leiðin núna. Palli bara eitthvað... Ansi low á, ef hann ætti hílið á hundæg, þá getur hann alveg 13 eitthvað kill, en hann Já, þetta spes skillbild. Já, hann náttúrulega core hundæg, já, ok. Þá skil ég þetta, sko. Ég held að fólk, þú veist, í öllum korólum þá hefur fólk verið að taka 404 bara og bara ræsa sem smá í gang, sko. Já, það er málið. Já. Ég er búinn að reyna að spila þessi sem core svolítið og ég svolítið lost á bara hvernig einhvern veginn, einmitt. Bara kaupa mana items, þú veist, max decay og þessi decay talent og þú bara two-shotar wave, sko. Já, einmitt. Síðan getur við eitthvað, þú veist, getur verið að stakka einsins fyrir hann og tekur hann með Doomstone og eitthvað. Þessi hetja getur nefnilega farmað sjúklega rætt núna með það áður þegar. Hún gat bara ekkert farmað það, sko. Þannig að þetta alveg... Já, þetta alveg cool, sko. Það var saman með Spiritbergerinn, hann fekk eitthvað ekstra... Já, damage, en það hefur verið góð top. Beefy slóðar en það góð stjórn til að stoppa Brumma af. Meðan eru Waves pushetið í turnið. Já, Breakerinn fekk einmitt hann að buff á hérna Creep á 1. Já, við sáum það hann á síðasta móti. Já, einmitt. Sjá 1, hérna, svona minn Breaker. Já, og Korandæg hérna. Þú veist, og það náttúrulega bara út af þessu, sko. Hvað þetta gerir mikið, bara að þú getur drepið Creeps. Það merkilegt. En já, það eru bara, já, efstu tveir hérna á Radiant og hjónin Mario og Brummi fylgja þar á eftir. Frekar svona quiet laning stage, 0 kill á 5 mínútum. Já. Myndi segja Býst við að helst alveg þannig nema kannski topplaneið, sko. Það fer kannski að brjótast út núna, sko, bræðum. Þetta er þetta level 4 timing sem ég var að tala um. Stönnið hann að báða meginn treyta. Já, þetta lítur nú að vera, myndu ekki segja að það væri hafliðin í haga að vera með svona passive laning stage. Jú. Fyrst þeir eru líka að vinna millinni. Það er góða bótt, Róðan í tún, Palli með Carapace. Það er stöndið baka, það er talsvöldu skæði og samtíð er alltaf á. Á hann annað decay, ekkert pan á undanganum, þeir eru samt að hlaupa inn í turnin. Charge þetta 6 sekundur. Já, nær góðu stönn að báða og Stefán eru að falla einu sem er. Ná charge en fokkaður. Chromium fellir Spiritbreaker og claimar first blood. Nú alltaf beðið meira að þessum safely PL. Já. Hann alltaf fekk hann 1 fast hann á Spiritberger. Ég held ekki. Þetta var líka svolítið langt dive með engin slows. Ég held að þessi breaker sé... Jú, hann er með Venom á breaker, það er það eina í rauninni. Jú, og náttúrulega Zombie að slá eitthvað. Eitthvað smá. Það var kannski að vonast bara eftir þessi bassi, sko. Það var náttúrulega steindur. Já. Góða midd. Missar. Gummi Jói með haste botla og hleypir bara eins og brjálangur. Top núna. Sunking kannski. Það er góða Sunking. Já, Sunking döður. Mikið rétt. Þannig að þeir fá 1 return kill á Dyer. Þeir eru bara sáttir með. En kannski stóra issueið því að þeim akkurat núna lítur að vera þessi Mirana á middinu sem er hún sem ekki að fá... Já, hún er svolítið sköpt byrjun. Fá bot á Fannar. Já, verður góð Fannar, hann er með Phantom með doppelgangarinn. Kemur stönn frá Balland og stoppa þetta af í bili. Hlaupa eftir honum, sjá alvöru Chromium. Hann er limusopina en þetta mættur og lemur endakarlega mættur, drepur Cookies og byrjar að lemja
Stefán og þeir ná honum með stönninu frá Palla. Þarna koma stönninu góðum notum. Impelin. Já, bilinu saman. Sagði ekki alveg að mætir henni í fætin en allir var ekki nógu fljót þannig að hún tökja bara aftur mitt. Það var bara, það er rosa fínt fyrir hálenda sko. Hann var náttúrulega rosa low á PL og hann, ég var svo sem ekkert á móti bara að koma full lane aftur núna, level 6. Já, Bara að laga mig gripum miljón, þannig að þetta var ekkert það bad. mitt. Viper fekk 2 kill, hann náttúrulega rosa ánægður. Hvernig er Monkin? Hann fer örugglega í þetta, hann er rosa hrifinn af þessu bara Facebook corrosion, Deso vildi veit ég. Courier Ja, has da. been slain. Já, bara að keyra, þannig að spurning hvort hann fari í það bara. Það er mikið mínus armor og sterkt timing svona ef hann fær þetta. Það er þetta örugglega frekar glatað á móti PL, þannig að Middle tower Það er is að fara í no geimnispildin alltaf, sem er líka fínt. Já, á móti ég held að PL, sko. hann þurfi að fara í það í þessum leik. En já, þeir fótt kill á Lionin en Sonkin mættir og hlutar Jakiran út. Getur hann er Dyer's svona middle bara, tower já, is að under leika attack. Sonkin No gale can snuff the Komið Dangul flames. og er bara leiðinni í blink. Já, það er pása. Ása, Eitthvað pissu. þú bláðar að meira um eitthvað. Bláðar hann og Hannes ekki að höndla þetta. Já. Já, mér finnst þetta bara að líta það rosa vel út fyrir hálfleðina sko. Já, það er ekki bara. Ég er að segja eins og er sko. P.L. er ekki að ströggla, hann er bara mættur inn í úts. Byrjar að fá. Nei, hann er að mjög næst leik. Viper er mjög leik og þetta er náttúrulega spilarinn sem maður býst við að séu, eða þú veist. Já, og þetta lukkar eins og mikið betri leikur fyrir hann, hérna Gumma segja að Gjó. Já, einmitt. Það var náttúrulega, hann var rosalega röff leikur hann síðast. Það var kannski akkurat. smá... Já, þannig að ég býst við að hann var alveg að gera góða hluti í þessum leik sko. Einmitt. Og Á nöðrunni sinni. Já, ég held að það hefði hjálpað talsveit að vera með þetta second pick, sko. Sem að þeir... Já, mér finnst það svolítið brotið sko. Já. Ég veit ekki, þeir switchuðu hana sko, já. Það var held ég hérna fjórða picki sko, það sem þú pikkaðir. Þú veist, það var öfugt núna fyrir þennan pats. Já, Það gaf svona, þú veist, first pickinu, einmitt. þú veist, en núna finnst mér þetta svo mikið, svo heavy. Það var líka breytt þess að það væri 2 í röð þannig á Já. first pick liðinu. Það er náttúrulega, þú veist, pickin, það er náttúrulega meira og meira vikt í pickinu eftir það sem fer, þú sér fleiri og fleiri hitjur. Já, akkurat. Og núna einhver meginn ertu með 2 counterpick, þannig sé sko. Einmitt. Þú farið að velja 2 kora. Já, og 2 counterpick, sko, 1 counterpick inn í bann sem að getur náttúrulega verið mjög gott. Já, Og svo 1 svona final counterpick sem er ekkert hægt að svara. já, einmitt. Getur náttúrulega verið eins og sterkt að taka í þessu, hérna, þessu þarna 8. picki, sem sagt, senasta pickinu úr second phase, þá einmitt er hægt að picka einhverja hetjur sem þú veist að eru bara einhverja ákveðnar hetjur góðar á móti og taka þær út. Einmitt, Þannig að það er svona ýmislegt að gera. einmitt. Ég náttúrulega... Já, ég veit ekkert okkur um að spá eins og snæper á hann náttúrulega. Breaker Monkey er kannski. Ekki alveg búinn að fatta það. Já, það getur verið rough. En hann pikkar nú snæper í alls konar villu. Já. En ég veit, Breaker eitinn náttúrulega er svolítið mikill snæperkiller sko. Já, mitt. En hann getur náttúrulega fengið sér grensuna bara að kasta það út í. Já, mitt. Guð bara Akan eins og alltaf Breaker þegar hann sagði það. Já, en ertu ekki það bara búinn að eyðileggja leikinn fyrir þig sjálf? Getur verið sko. En já, Undying er að fara í, hann er búinn að kjúka alltaf item, það er double bracer inn í blade mail. Hann er ekki að fara í þetta Echo Saber sem maður er búinn að sjá mikið. Á Undying, já. Hann vill bara Já. taka sig upp.
sko, Dekusep er ekkert must finnst mér sko. Nei. Þú fær alltaf það sló frá öldinu sínu. Já, þetta er ekkert fyrir slóið sko, þetta er bara fyrir statna held ég. Á en daginn, allavega. Dire's middle tower. Mitt. Missar Breakerinn. rétt svo. Breakerinn er farin inn. En með hann öll í bjargarinn þarna frá hot. Beefy með í midd og fær gefur bottle refill á endagallinn. Það er gott að sjá. Já, það var að hjálpa Gumma. Kallar eftir því að það er hann fyrsta legg. Midd, fyllir bottle mitt. Byggið spilið þeirra orð impelhetjur. Svo ekki þitt spilunum mínum. Það er eitthvað smoke hérna á miðunni. Nei, jú, þetta er smoke. Raggi er hlaupa inn með sentry ward. Ég veit nú ekki alveg hvað þetta rotation er að stefna í endilega. Þeir eru kannski að hugsa sér eitthvað kill á endagallinn, byrja að charge hann með double damage. Ég held að þetta sé nú ekkert vit í þessu. Sko, núna vil ég sjá bara Lionin sitja mid og fá þetta level 6. Ég vil ekki sjá þetta level 4 eitthvað og síðan fara að fæta 5v5 sko, það er svo bad sko. Sem er það sem þeir eru að gera núna. Þeir eru að hlaupa í monkinn sem er að 8. Náðum vel, ég sko, úff. Hann er að hoppa inn. Er hann að fara að stanna? Nei, Beefy ekki alveg. Já, fljótur hana. Já. Það er jökta. Tók að drefnum hjá Hannesi og 3 manna rotation hérna, eða 2 manna rotation. Það er bot, keira í Nixin. Nixin, já, það er ulti frá Cookies. Já, núna er Lion döður líka. Já, það er alltaf quick away sínum en... Þetta er einmitt ekki það sem ég vil sjá sko. Ég vil bara sjá hann sitja mid og síðan byrja að gera eitthvað sko. Já. Það heldur ekki endilega mjög high impact play að berga Nixinum sem bara hinn sportinn og skildir í rauninni valið og hafa degi. Með mitt. Radiant's bottom tower is Það er að gera skilja sportan eins og taka hann aftur. Það eru sæti gæla á Hannes bara chillandi innan topp. Radiant's bottom tower is under attack. Sko, já. Nix fekk bókina, hann er með 6. Hann getur byrjað að gera eitthvað, en þú veist, Lion þarf að finna sér bara eitthvað leið sko. Þetta er... Radiant's bottom tower Það er að is hlaupa aftur í now Hannes. kindling. Dire's middle tower is under Með þessi attack. 3 stun sín. The Dire have fortified their grove. Hann er ekki með carry hérna með sér. Það spurning hvort að Ghost sé kominn, hann er ekki með travels. Það er bara að reyna við þetta 3. Það er með sentry, sko. Það er með sentry. Það væri gaman að sjá gera niður 3, en það er orðilegt kannski að Hannes látið ná sér í svoleið skildru. Já, ég vil bara sjá Sankingin bara byrja þetta. Já, hann er með 3 level í stanninu, hann getur leysið þetta ágætlega. Hannes er ekki með ulti, en hann er með Dire's top tower is under Ég attack. er að hlaupa burtu, Fights for its life. Þessi dregur, hann kemur mér annað og Stefaninn og þessi... Þetta er bara sama Is under attack. í fyrsta leikni fyrst. Can stop the flames. En hinn er 2 að farma, þannig að þeir eru ánægðir, Já, I guess. farma og taka midturinn inn, þannig að þeir fá eitthvað fyrir þetta. En já, þetta er kannski ekki alveg ideal ganging rotationi og... Nei, en þetta er kannski, þú veist, þeir eru náttúrulega bara að gefa þeim lane, þannig séð, líka korun. Ég veit ekki hvernig komin eru hjá þeim, sko. En þú veist, þú getur gert svo lítið og svona, þú veist, level 4 Lion eitthvað, þú veist. Þá frekar kannski að vera Viper sem kemur upp og followar Sankingdot á Monkey, fattar ég. Radiant's middle tower is losing its foundation. Já, og líka þeir eru bara sterkir hann að, þú veist, ef það er eitthvað counterplay þá lifa þeir af, en þú veist, Lion náttúrulega, þeir er svo lítið level að, þú veist, hann getur gert svo lítið. Nixin er búinn að finna brumma hérna bot og Viperinn er hérna, rétt hjá. Kvættum 3, nei, náð því ekki. Kvætt að vitus 3, það var næstu í gott kill en gengur ekki alveg. Abakvætturinn hoppar bara og er pirrandi. Það er komið 3 topp. TP-sinn interakta við PL-inn sem er bara hlaupin í triangle. Það er mikið af einhverjum svona skrýtnum rotations í gangi sem er ekki alveg að ganga upp.
Þært 14 kill, nei 14 mínútur leiðar og bara 12 kills á borðinu. Og þau ná kannski Hannes niðri. Já. Nei. Hann var með stunnan nix. Ekki alveg, þau vantar smá upp á. Hannes Dyer's courier has been slain. Bíða eftir That was skuldreikinu not very nice. sem hexaður. Gummi líka mættur inn á stönn á monkinn og það kemur 2 follow-up, slakaði aðeins. En eða hvað? Jú, þeir ná Þú veit, hann breykaði lifestealið á monkinu. Virkar það hann? Það er Og núna er Tombstone og... play, þeir eru að drepa Hero, en það er alls nokkur hitturina. Þetta mann byrjar að lemja ekki út og hann er alltaf sterkur. Segja 4 fyrir Monkin og Jakiro, en meðan er Fannar topp. Það er sinn bara solo leik. Já, þetta eru trade. Já, maður sé það. Alltaf... Þú veist, þetta væri svo miklu auðveldara ef það væri með fingur. Já, hann er ekki ennþá með fingur, þetta er hansi rough leikur. Nei, þú veist, það er bara Hannes dauður þarna, við geta eppið einhvern annan. Mitt. Þetta er bara... vont að sjá, sko. Það er aftur góð mitt. Þeir eru með Það kom- blinkansæking og Já, blinkansæking, ok. Og þessi er alveg steinduð, það er alveg nóg til að búska. Right, Lion komið 6, let's go. Let's go, og nú byrjar leikurinn. Já, fyrir hann alltaf. Endakarlinn mætti með Dragon Lance. Já. Ég hef bara viljað sjá hann klára horrikipæki, sko. Já, hann er á Q-Best og næ. Þú veist, þetta er alltaf mikið einhverju súpu, þú veist, Undying, Jakiro, Spirit Breaker. Mitt hann þarf að Þetta er Q-Best náttúrulega- millið í. Já, þetta er betra að rush item en þetta var eftir að setja HP inn í þetta, sko. Sem að Viper náttúrulega elskur. Mitt. Keira í brum aftur niðri, náðu þeirra. Finna Já. hann, þetta er topp núna og þeir eru með finger og mikið á stannir. Nú að spyrja fyrir tilbaka en Já. þeir eru finger og þeir ná killinu. Stefán er hlaupurinn inn, þeir ná að baka Poison Dags og kemur stun frá þeim killinu. Counterplay frá vinnunum, sendingar á allt og hann skaði hérna út um allt. Þeir ná Breaker og Nix og sendingar ástöður glæslega frá vinnunni frá lokaðendurinn. Endakarlinn er einn eftir hérna. Og hann mun lifa þetta af. Ég meina, ok, þeir eru að henda þessum impalerum sínum bara í... Já, nei, þetta var rosa flott, þannig að Hannes hann, sko. Þú veist, þetta náttúrulega, núna er... Skipti kannski ekki Bara- svo máli. Já, núna er bara Fannar glaður. Ég held að þessi skill skipta það rosa litlu máli, þannig sé, sko. Sanking með blinki, hann er bara að spila utility, þú veist. Hann þarf ekkert Já. að gera mjög damage eða hvað það er Under unni. attack. It will fall like a ripe Þú veist, núna byrja PLinn bráðum að joina þessu fæta og þá... Þú veist, verða þær ekki meira Tombstone-versinni lengur og náttúrulega miklu meira damage. Hann er mættur með í húsalegu og reddi með fæta. Það er kill hérna, fórum á aftur. Hero og Lion falla. Lemja þeim það kemur gott og gott frá Brumma. En Hannes nær samt að drepa Breakerinn. Þeir eru 3 hérna eftir á botlinnu og Chrome er hérna í grendinni. En þau eru með 2 maelstróma þannig að þau eru með svona einhver ráð til að fæta þennan PL eins og ég er. Já. Sko, já. Monkey, sko, er nefnilega lúmst PL counter. Já. Það er þetta stun sem er náttúrulega... Já, það er aðalega Jinguði, sko. Já, það er málið. Þú stunnar í einhvern hópa PL-elu og Einmitt, þú já, sérð bara náttúrulega instantly gæjann, já. hver er rétti, sko. Og hann getur náttúrulega ekki tekið það af sem er jumpin heldur. Þannig að Akkurat. mér finnst alltaf vonast að spila Monkey á móti PL. En svo náttúrulega, þú veist, þessi PL hetja er ógísleg, sko, þannig að hann fer oft algjörlega out of control. Já, já. Og það er bara engin hetja í leiknum sem dílaði hana, sko. Nei, Dyer's middle tower Þannig að- is learning to fear. hérna, Monkey náttúrulega einmitt getur svona items ágætlega á mótinni, hann getur keypt eins og sem Gleipnir, Já, það Gleipnir Mjölnir, sko, en síðan... PKB Dyer's náttúrulega. top tower Já, is síðan var hann alltaf... Þessi Axe Battle pæling, en hún er náttúrulega ekki jafn sterk og hún var. Nei, það var nærfæði eitthvað, já.
góða samkíginn að stunna stíðstöður. Pathetic way. Þetta svona svolítið bara the name of this game sko. Það bara einn gæði stunnaðir og síðan bara það að sprengja sko. Það svo mikið að fála á stundum og sprengli sko. Þannig að það verður að passa á þessi fyrsta stunni sko. Stunni kemur stað. Mitt vera góða. Túmi Karabas, Breiðis, það eitthvað vísun í gangi. Túmi og hann stundu Radiant's middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. It fights for its life. Heldur hann fari í hérna landsbyld eða? Landsbyld? Þessi Shard finnst mér náttúrulega alveg bara frekar stúpid hvað hann góður sko. En ég ekki alveg jafn samfarið með Octarine pælingunum sko. Nei. Mér finnst fólk fara of oft í það. Og þú veist, að fara í eitthvað, þú veist, fara í hérna Eithel-ensi á undan Shard, mér finnst það alveg frekar döm sko. Og því að þú veist, þessi Shard, það sem gera hann svo klikkaðir er að þú veist með hann að fært tværð illús sem er að lemja bara rosa harkalega sko. Meðan við allt annað. Já, neða þetta er náttúrulega 60 sko. Og því að það er 20% fyrir sko. Þannig að þú ert bara komið með, þú veist, þetta var náttúrulega ennþá betra þegar það var 70%. Þá varstu næstum bara komið með heila hetju að lemja það. Þessi action. Sem að nær ekki strengisafinu og hann heldur áfram fyrir hann inn og út úr fætinum og komið mjög djúpt vakti næstan á hann og kemur ánastan slappið damage, hann á dáblega vel hoppað út en þess að hann slappið sem hann held kannski, já, þetta var vel spilað hann að Jók Grómum en það er bara margar hittur lifandit sem að geta til að við hann. Já. Ég hef viljað samt sjá hann hætta elta þennan daginn sko. Sem er Everlin sem er nokkuð low Breykar með 9 örmtsastis Já, og hann er að komast í Shadowblade, þannig að hann er Já spila þetta sama rólinn og í fyrsta leiknum og sem hefur gengið ansi vel fyrir þá. Það er þessi Kats hitja sem fór svo fæta. Já, einmitt. Þetta er ekkert, þetta er ennþá frekar svona balansleikur, finnst mér. Já. Þetta var smá vondur fætt fyrir haflegina en þeir eru að, þú veist, góðan tíma núna, bara til að farma sko. Já, hann er ennþá eiga góðan leik á, eða bara frekar góðan leik á Chromium, hann er að fara í Shadowblade næst Silversets er náttúrulega mjög gott item á hann núna sko. Allar illús fá crit sko. Einmitt. Já. Ég held að þetta hætti playstylanum að ágætlega sko. Já, þetta er svona aggressive. Já, aggressive og það er að fara í eitthvað. Spila út elusive. Já, einmitt. Já, ég fíla svona pjæl sko. Fara í eitthvað Shadowblade, þú veist, Agi blinkið þarna. Það ertu ógeðslega óþjólandi en þú ert kannski, þú veist, getur verið ekki mikið verið í miðju fightsins sko. Nei, hann er náttúrulega góður, kann vel að velja sér target og svona stikka á þann sem hann ætlar að drepa. Já. Það er eitthvað góða smókar sem hann kastar mér öllum sinni og það er líkið dáinn sem Sankjum Öllarinn er með líkið steipla, hann á Borstaf Sankjum Fuldan hann er alveg niður á vellur en fannar nær ágætis hér hérna en það ger ekki mikið við Borstaf
Svanninum, eða móti Svanninum. Radiant's middle tower is under attack. Þeir treyta 2 fyrir 3 en enda hvernig fellur hann, það er kannski stærsta... Radiant's middle tower has fallen. Já, frekar steitt forvöld, þeir bara hlaupa á það og kasta upp á bíldinu sinum og það er. Já, hann er náttúrulega líka engin leið, eða þú veist, ekkert vesen fyrir það að byrja að fæta sko með þessum spiritberga núna, með Shadowblade. Og Monkey í trjánum. Monkey fór í Axe. Já, hvað er Axe? Þannig að, já það er sko, það er náttúrulega þessi Battlefury Axe pæling nema að hann fór bara náttúrulega með build sem er betri item núna. Já, þessi mynd Monkey getur náttúrulega blokkað þessu eldingum. Já, hann getur bara búið til svæðið sem að PL-in getur ekki farið í, hann fattar við. Já. En ég held að ef að PL-in finnur hann svona, þú veist, með Illus, þegar hann er ekki með Monkey hérna niðri þá er náttúrulega PL favored. Þannig að þetta er alveg sniðið sko. Já, þetta er cool mynd. Maður sér ekki þetta Axe oft núna orðið sko. Nei, fólk er minna að kópa það. Það var náttúrulega nerfað frekar mikið, þannig séð sko. Hvað var þetta nerf sem að... Þeir koma mikið sjaldnar sko, þegar þeir gerðu. Já, ok. Ég held að það sé eina, sko, en það er náttúrulega skiptir þessu miklu máli. Bara munurinn af að 2 eða 3 apa leiðina á sér. Já, Veist, hver sekunda í þessu leik einhvern veginn skiptir þessu miklu máli. Já, það mitt svolítið betur. Dire's bottom tower hopes for aid. Hann fer í Shadowblade hard, ég veist. Já. Þá, það er náttúrulega svona... Dire's Allt bottom er náttúrulega tower gott is til að under díla við attack. þetta It may mainstream er einhvern veginn ekki alveg nóg mikið svar Dire's bottom fyrir tower að has gera fallen. Nei, mitt. Það er ekki þeir drepa hann strax, Brummi eins og að tekur palla með hann, Hypnodrafnir í oltinu og Otsukir í oltinu. Þetta er trade á supportana. Já, það var svona tveir fætar í gangi hérna. Það voru Epi og Monkey Ult og allt nota makrobæðir. Ég misti alveg... Með vinstra menn uppi og meðan hitt var að gerast. Já. Þannig að þetta eru fætar sem að PL fílar betur. Já, er það ekki? Og þeir droppa öllum drastlinu og fá eiginlega bara ekkert fyrir það í rauninni. Já. Ég held að þessu leiki sem afliða að treyta bara eitthvað svona even fights, þá eru þeir annaðir. Hann nær kannski Monkey hérna. Monkey hérna, prófar hann. Annars Já. er með stönn, en... Nei, hann er kuldan á stönnu. Og fannar... Ég held að það ekki skipt máli. Nei. Ég held að Monkey var svolítið mikið döður hérna. Já, það getur náttúrulega bara alltaf niður. Já, gott rotation hjá Chromium, fer inn í út sem er Shadowbladeið, býður eftir einhverju færi og... Já, hann sá hann örugglega á midboardinu og las græðkina. Já. Þetta fær hann með verðlunum þarna fyrir Og hann er bara næstu komið með hart sko, já. Þetta Já, heldur betur. byrjaði að vera voða spooky fyrir núna, Cozy Boys. Já, hann er aftur farin inn, spilar aggressive, pussar advantage-inu sínu. Hann leitur sér killi en finnur engan hér til að byrja með. Manni finnst eins og þetta, já, Dire's þetta er middle tower is under daginn attack. einhvern veginn ekki góð í hann. Stop the flame. Nei, þetta er líka, hann fór ekki, alls ekki í scaling build sko. Mana boots, 2 bracer, þú veist, blade mail. Is feeling its mortality. Dire's hive has grown Já, þetta er tempo build sko, for sure. Dire's top Nei, tower. þetta Axe fyrir að klika. Má sjá, Já. Charge og Chromium drop. Charles á topp og þeir eru að hoppa eftir honum með Monkey. Hann er doppelgangar út. Þannig er... Því en stundum þeir. Palli mætur inn, það eru allir... Þeir hann alltaf er á reyndin. Já, það kýr á honum. Húnmundur droppar, þannig að þetta myndi hann. Nú er... Þessi dagskrá ná góðu doppelstanni. Raggi líka stannar. Það eru fleiri stannar sem búið að spila. Þannig að Living Grólar, hann er með annars stönn, en það er ekki út af þeir. Hjónin 2 lifa, Hannes sem leikur borðið að fá kills hérna mögulega, er með pick up í backpack eins og er. En þeir eru að stikka vel saman á Radiant og eru ekki að gefa færa sér. Já. Það eru mörg góð stönn sem það að fara á Radiant. Double
Já. Hérna, Impale. Þetta er líka, ég held að þetta sé ekki leiðin til að byrja fættin sko hjá Dyer sko. Þú Já, veist, charge inn og allir alltaf spil. já, Það er góð á Nixin fyrir hann hérna. Nægir ekki Carbus og hann er fyrir kill. En já, hvað segirðu með hérna, með initiationið? já, þú veist, þegar Pjallin sé Spiritbergin koma og dodsa hann og svona, það er náttúrulega, þú veist, Já, bara frekar búið fyrir Spiritbergin. einmitt, það er ekki mikið sem hann getur gert. Það Þannig þú veist, það getur chargeað hvern einast annars. Þeir eru náttúrulega, hefði getað náðu sig að Monkey ná stund sko, þannig að þetta var, Já, þú veist, já. þetta var alveg góð pæling sko, en síðan þegar það klikkaði ekki, þá hefur áttu bara að cancela þetta charge og leita að öðru initiationi. einmitt. En þetta var ekkert það bad. Núna kaupir Fannar vonandi Shardin. Já. Komið svolítið. Komið Shardin. Ekki. Shard og hard, þannig bara Já, hann er huge sko. freka beast mode og það sem kýsa. Já, náttúrulega, já, einmitt. Það sem að geta að leggja á einmitt mjög skilta. Höfuð á Fannir hendi. Já, það er. Ég meina, ég held að það sé ekki margir aðrir Fannar sem að... Eða þekkir þú marga ketti sem heita Fannar? Nei, en ég held að það sé alveg gott kattarland sko. Mér finnst það fínt, sko. Já, hvað? Fyndið svona mannanafn einhvern veginn. Já, einmitt. Það verður eitthvað svona Kristoffer eða... Já, hvað er það eitthvað svona gamalt íslenskt? Dyer's Veistu bottom eitthvað tower hvaðan is það kemur? under Það er attack. það ekki. It may Það er aldrei á því hann. Það er hljómað þannig sko. Rétt. Tökum þannig. En það er góð á Breaker Block. Dust. En ég vil bakka frá hans bara hrín á Breaker Block. Já. Og það er góð eitthvað. Ekki alveg. Kloppin er fullt af allt í svo lúsins. Nú er menn fann að ruggla sko. Og þannig er eitthvað rugglar í rýminu sko. Það sem öllum þessum pélum. Já, þetta er nú, það er ekki gaman að spila þennan leik sko, það er Pjallir komin í þennan bakka sko. Það er að detta í 25 líka. Já, þetta er ansi rótt. Það er beintir úr þeim, hann er komin á ról núna hann, það er bara Já. get behind me team sko. Það veist sem mér að velja alveg hér. Já, það er ekki tækt. Ok, Rosefight. Sýta inn, fullt á allt í. Rosa alveg þetta, hann er sem farin inn, er það bara eins nær stileiksisnum. Hann er sem bygg upp í öður og Fannar þarf bara að bakka. Það er að hoppa út úr stönnu, öðrun heitir ekki, það er chargean og þannig sjá hann. Þetta er bara að kicka inn regionið. Þeir reyna að stanna með Monkey en það gengur ekki upp. Þeir ná tveimur stannum frá Silas. Lúta hann er ekki, en það er ekki hægt mikið. Rumi með 80s, það er búið náttúrulega og Sangur fellur aftur. Væpur hann inn og hann er að hvað, ekki gott doppelstæn. En ná breykinu niður, út í næstu dagskrá. Hann er að falla. Leikmili hristir á sig nokkra í lúsuna. Þannig hann er að dodga arrow. Þeir eru að hlaupa í burtu með Moonlight Shadow, svo er eitthvað vision. Hann er með dust sann sko. Hann er með dust á Fannari. Finnur ranka. Og drepur hann. Og jafnvel hann Jimmy 80s þá eiga er bara mjög erfitt með að díla við. Já, þeir þurfa að henda einhvern veginn öllu á hann og ég veit ekki svona hvort það sé nóg sko. Já. En þeir geta drepið allt hit-shiti sko, það er náttúrulega bara gameplanið það núna. Drepa alla aðra og síðan, þú veist, reyna að díla við einhvern veginn Pjallin, þú veist, 5v1 Þeir eru með svona, þeir eru náttúrulega með ágætt teamfight tools svona til að stjórna þessum engagements á Dyer. Þeir eru með hennan Tomb og fullt á stuns og Moonlight Shadow til að disengagea og svona sko, þannig að þetta ætti nú alveg að Þeir geta alveg mögulegt. hægt að kata hann PL, náttúrulega ekki með neitt svona þannig sé aggressive, disable, þú veist, nullify eða abyssal, náttúrulega bara þetta diffuse sko. En Bass er í, já það vona Bass er rólega. já, Hann
þessar inn, tekur dastið upp og hleypur inn í Woods, óhræddur. Ég er eiginlega bara, hann með eitthvað í þessu, mér syns þetta ekki. Ég er ekki eitthvað mitt kannski. Hann með sentri hann að leina sér. Já. Það reyna. Það er í bíl, ég byrja bara að horfa inn með Woods. Nei, þetta er bara gott place, bara sjá hvort það sé einhver einn annar. Það er bara finnur sem mistake, sko. Endakallin er bara rúla áfram, hann er komið BKB, Sangan Jessa er bara takki, já. Já, hann er samt ennþá ekki komið með hann á forstaf, sko. Já, góð mitt, þrísvar og gutið. Þetta er svo, ég held að sé alveg glataðleikur fyrir alla supportanum, sko. Já, annarkvæmt þess að Dílói bara hann fantan á sér eða eitthvað Charles Invis. Eða já, bara dauður einu stönni. Ná Charles á alveg PL, þannig að sjá hann. Núna geta þær gert þetta. Double hanger, bein en Hannes er í gegnum þetta. Hann fór út og innan með raunna. Þeir sjá í gegnum Þetta var hana 5v1 doddi, sko. Þeir ná því alveg. Já, við sjáum það. Þeir geta að díla við PL-in ef þeir hafa nógu rými til að... Já, hann var að passa sig á þessu charge, sko. Það var svolítið það sem að náða hann hana. Við sjáum hann Já. vinnu sig. Brummi keyrir bara í Gris sem næra byggt út á stannir fyrir eina. En hann náðu nei, nærði ekki. Þetta var mjög best. Breykirinn og Monkinn eru alveg bara... Þeir eru að halda liðinu sinu inn í leiknum svolítið. Já, þessi breykar er hitt síðan stókslega. En já, þeir eru að spila mjög vel, sko. Aðeins að tjekka á þessu voljúmi smá. Skal hækka öll. Já, svona þetta verður betra. Við segjum ykkur þetta hljóðið hljóma auðvitað. En já, það er staðan svo 24-36. Góð í sig hag, en þessi PL er nokkuð þéttur. Það er verið að charge á topp. Góð, löng ör, stakka stönnum aðeins. En endakallin er með lítið counterplay hana. Tekur ég ekki poppa bygg á bínu. Gott bass hana líka, sko. Já, mitt. Það er rétt eftir að öðru nætti, sko. Pantaði þetta bass. Ekki svarið. Akísarinn er út, en nú er Hannes bara detta í skati. Er orðinn alveg bara... Hann er komið bötti líka, sko. Já. Fjall er ekki með einhvern tíma. Já, þetta er náttúrulega önnur leið til að... Já, þetta er svona önnur leið til að díla við þetta. Já, þetta er bara gott item save, sko. Fjall hattar að fara í MKB, Mitt. líklega er þetta ekkert að fara í það. Ég heldur að þetta sé... Já, ég heldur að þetta sé skati... Og það er góð mitt, hann er Karabassinu og komin inn í base. Það er forstafa í liðinu. Heldur betur flott. Með þess að 3 forstafar. Og á Sanking líka. Ég hafa lært sína leksi úr Game 1. Það veistu vera, peka bara impale og forstafs. Núna vil ég sjá það samt leita að einhverjum 5v5. Það er? Síðasta 5 mínútur að... Nei, bara Radiant, sko. Já. Ég held að geta það alveg. Já, þeir eru... Síðasta 5 mínútur hafa verið rosa skrýtnar bara, þú veist, einhvern veginn allir út allt. Mitt. Það er náttúrulega sem Monkey Spiritfarer elskar. Akkurat. Búinn að ná ansi mörgum pickos með þessum charge bara núna. Já. Svo gerði það svo sem með þessum Rose fight, en hann því miður fór illa, þannig að... Já, mitt. Aðeins kannski að slaka á eftir hann, sko. Meðan það var ekki sem Monkey. Akkurat. Hvað er þetta Fannari? Hann er komið bassir og búinn að gjóða Bisselblade upp og er bara svona... Já, ég ætla nú ekki að segja hans er 6 slottar, hann getur náttúrulega uppgöðað þessi items en hann er samt komið með 6 góða items í inventory sitt og er nokkuð sterkur. Það getur uppgöðað bassir og shadowbladeið hann. Já, svo kannski... Til að stækka. Já, þá getur hann eitthvað, kannski hendi eitthvað blinka... Já, Arki blink eftir, eða fyrir Dreads er auðvitað líka. Þetta er eina af þessum hetjum sem þarf eiginlega ekkert boot, sko. Nei, mitt.
Akkurat, hann er alltaf með það Phantom Rush fyrir mobility og doppelgangar. Já. Og Og hann, náttúrulega Shadowblade, Agiblink. já, akkurat. Og hann fekk þetta spellprince með mitt, það er mér náttúrulega, Já, já, bara mikið cooldown þurfa að fara í Octari núna. Nei. Þetta er aðeins búið að nerfa þetta cooldown í dagsum dót, þú er 18 núna bara. Já, en sko, spurning hvort þessi leikur fara bara í eitthvað 60 setjum minni rugl, sko, ég sé. Já. Einmitt, það er spurning. Og þetta klára í bráð, sko. Nei, menn er ekki alveg í hérna high ground pushing strategy-unum. Þetta er Nei. pick a fight, pick a stun, pick a carry, en ekkert, hvað er tiny carryinn? Haflið að vera svolítið í svona, þú veist, bara endfast line-upum, sko. Já, senasti leikur var svona Það er bara- svolítið í það áttina, náttúrulega. Já, það var þannig þeirra draft, sko. Þeir fóru svona annar át núna, sko. Gaman að endakallin og Fannar. Ég er alltaf að rugglast á Fannari og Hannes. Ég er bara svona með Fannes í einhvern veginn munninum, sko. Já, getur ekki bara að nota það fyrir báða? Já, Fannes, Virkar alltaf. Fannes góðar á hinn fyrir Fannes. Það er Smoke hjá Radiant. Þeir missa topturinn sinn en eru tilbúinir í einhvers konar engagement og nú er moldin komin og þá er ekkert gengið að því að vera pussin inn í rögg, sko. Það er nix að það sinna axi, sko, komin bara í gróðusetninguna. Já, mold, ég var alltaf ekki. Ég fatt hvað það var að tala. Moldin, sko, hún er... En já, ok. Þeir eru Ross. Já, og Ross er komin, einmitt. Spurning hvort þið verða á sein. Okkur ræðir að þessu. Hann er komin í hált en þeir eru alveg að nálgast til pittin. Poppa niður oltinu. Hann fer onni í moldina. Kemur gott stun frá SK. Og, nei, deyr samt strax SK-in. Og það er allt í gangi hérna fullt af abilities, stórt monkey-öld en ekki margir inn í því. Komið mér inni, hann er að lemja cookies. Þeir eru aðeins byrjar að lemja hann. Hann fer upp á hæðina. Hannes veit af honum, það kemur negla hann með örinni og drepa Fannar. Endakallin er eitthvað hérna að lemja Undying sem er ógeðslega tanki. Hannes mætir í hann og drepur hann og Hannes með Aegis líka. Var þetta ekki bara kósi búið í hag, algjörlega? Jó, þetta er náttúrulega... Ég veit ekki hvort það var óöfni eitthvað hann lenti á þessum kliff. Það var ekki ríkalegt, sko, fyrir hann. Einmitt, það var kliffaður þarna. Kliffa sjálf, já, og síðan náttúrulega fór sangingin í apana, sko. Einmitt. Þannig að hann er bara döður instantly. Já, einmitt, hann sprakk Þeir voru eiginlega aðeins og sein að... fannst mér, að testa. Þeir ákveða að gera það samt. Þeir voru alveg á nippinu einhvern veginn og sanging bara... Já, þeir náttúrulega enga veginn að þeir gætu vita hversu hratt hinn fór inn í Ross, sko. Það var alveg rétt play. En núna, já, það er þessi fight og þá bara lamið byggingar í friði. Enginn helst spjall að henda út þessum köttum á það. Akkurat. Eða hvað sem það. Slá í kötturinn, sko. Kötturinn á með apanum. Það kemur rosalega langt allt í frá Ragga. Palli er komin inn í moldina fyrir framandi Air Force en Hannes er bara í Raggs á topp. Já, en það var bara 2 Ragsir núna að fara út. Hann er endur með Aegis, sko, þannig að spurning hvort það... Já. Mér reyna á bara mega. Það hefur verið að góða sanginginn og hann er góð stunni á Monkey-inn, Lion og sanging kemst dans sýnis mér. Eða hvað, Monkey-inn poppar öllinu bara fyrir framann vellinn. Og ætla bara að lemja þrónið síns mér, en Fannar er mættur, hann er byrjar að fæta Monkey-inn og þeir eru ekki að finna alvöru gæjan. Sjá hann núna væntanlega, örin hittir ekki, Tungsten er komin niður, þeir ætla að bakka á dagir, þrátt fyrir að einu manni upp. Smóka út, Hannes vill ekki lenda í einhverjum fyrstfæti þegar hann blessaði kött, en Fannar er spólugræður, hann hleypur inn í Woods á eftir þeim. Hann er komið með þetta Penta-Edged og Abyssal, þannig að hann getur að stikka svolítið á það. Hann finnur cookies, cookies sem er Shiva
lifa en ekki mikið annað til að koma sér út frá þessu. Og hann steindauður. Tók hann... Nei, já, ok. Ok. Já. Sko, mér líður svona þess að þessi Rax skipti í raun ekkert svo miklu máli. Eða þú veist. Nei, bara fyrir Future Ross og þannig, sko. Já, einmitt. Þetta aðalega kannski bara lane control, en ég meina kannski PL með allt farm sem hann þarf í rauninni. Já, en náttúrulega, þetta náttúrulega alltaf eitthvað objective, sko. Það styttra og styttra í þróni. Þannig að, það ekki eins og að skipta engu máli en, nei, það langt frá að það búin að vinna leikinn fyrir það. Já, akkurat. Og hann tekur Timeless. Double damage. Já. Það er áhugavert choice. Hann fær þetta fjórðungs lengra stun og það hann finna hann hérna, setja út fullt á stunnum á hann á doppelganger en það er verið að bassa hann og stunna hann bara í köku, hoppar út, hann er mjög low innvísar út, en það er ekki nóg, hann hélt þessu doppelganger út lengi, var það ekki? Eða var þetta kannski bara hóplega stað þannig sko, já, hann náttúrulega með DD, sko. Ég drapið í XD, segir Cookies í all chat. Já. Það er eitthvað að vera að tippa hérna fram á aftur. En hann á buyback á PL, vissulega. Og þeir standa hérna fjórir fyrir fram þróni bara. Tilbúin að verja það. Hannes er ennþá með Aegis en það er bara hálfmynda eftir á honum. Það er jumpa inn á Lionin sem er steindurinn á buyback og nú kan jumpa þær á Freygarinn, ná honum niður en það er Abba allt í niðri. En það er ekki að gera mikið, Moldin er niðri, mér annar jumpar inn með BKB einu sinu, SK öldar, törnar á Brumma sem er ennþá með Aegis, held ég. Örugglega. Já, poppar honum. Krómum Bissalblade að Jakirun á bakinu. Fannar, Hannes á ennþá Aegisinn, BKB-ið. Það er alveg nú, þeir ná einhverju á Rakiro sem er að falla á einhverja Cookies inn með tombstone sinn, Palli stendur hann í moldinni og er að stunna þá. Þeir ná öldi, Fannar er að clean upp fætin algjörlega, Hannes á ekkert BKB, hann er onni í breykinu, Cookies er tankinni með ekkert mana, Fannar stunnar Hannes sem stunnar hann tilbaka en er alveg þetta, næra að fella Viperinn. Hannes er að djúka, hann næra hann hoppinu, þeir ná að cancela því og nú er bara Cookies eftir sem á ekkert mana og þrótt fyrir hann sem er 5000 líf þá nær kötturinn honum niður já hann er með Reincarnation talentið en það verður nú ekki mikið mál fyrir þá að drepa hann aftur býst við þátt fyrir hann sem er tanki þá gerir hann voða lítið á móti þessum í lúsum poppar Abyss, Blade Minionsinu en Fannar getur alveg tankað í þetta Brummi tippar konuna sína bakrum aðstæðum Palli Þeir eru glæð Hvað segirðu? Segja eitthvað skemmtilegt á Discord Já, ætlaði ekki Palli er í baseinu að verja og Fannar já, bara Fannar, velkomin til Fannar show Já, hann fór í spellberg svona ég fíla það sko, ég veit ekki Ég held að Penta sé ekki alveg item á PL sko Nei, er það ekki málið? Nei, ég veit ekki hvað það gerir, slóða smá, en hann er með Basher sko og out movement speed er flestar heitir núna Það slóðu skiptir enga máli Hann er búinn að kjópa til Vine Rapier Já Hvað fyrir, er hann bara skipt út í fusionum sinu fyrir Rapier eða hvað heldur þessi planið hérna? Ég veit ekki, kannski með þessu kreiti á 30 Já, Kúrin kominn út Þú kaupir ekki Rapier allan á PL er aldrei eitthvað sérstaklega sterk Nei, hann svissar þessu yfir í Monkey King bar Ég er eitthvað þreyttur á hann á að geta drepa Hannes Það er spurning bara hvort þannig að þetta fara í Bloodthorn sko Einmitt, og það er náttúrulega svar Annað svona counter evasion dot sko Það er alltaf nokkuð gott núna þegar BKB-in eru svona low Já, nei, MKB er aldrei sleimt sko Það fær líka endalaust armor í þessu Abba-súpu Já, einmitt
Þannig að MKB er oft farið í item á karri. Hann er komið 80, þannig að það er 200% crit chance. Nei, hérna 22% crit chance. Neldur á ör hérna. Spurði hvort það sé eitthvað fólk á því. Já. Ég veist sem að Mói sagði að það verður hæpaðið reynsli. Já, já. Skipti í buyback þarna, já, það má gera það. Satanic á rúglega Monkey Zone. Já. Hann er nú alveg orðinn megastór líka. En það verðist sem að því lengri sem þessi fætt að fara, því betra að vera út af fyrir BL. Það Sjá sko. er hann komin út úr þessum hring sínum, þá verðist PL eiga svolítið yfir 100. Já, það er eiginlega ekkert sem snerti Monkey núna í súpunni. Nei, einmitt. En það er spurning þá, eru þeir að fara að hlaupa upp á highgroundu og setja niður hring og reyna að púsa, eða eru þeir hræddir við... Þeir vilja örugglega bara taka annan svona rushfight og gefa hann make svo síðan gera það sko. Það væri svona safe play sko. Það þeim leikur ekkert á þannig sé, nema náttúrulega það sé sunnudagur og mánudagur á morgun og svona. Og það er búin að bíða að talsett í þessari seríu eftir einhverjum blessum remakeum og Ground Zero 12 og svona, en... Já, hvernig lokar Ground Zero? Já, það er nú eitthvað langt í það, held ég. Og er á óheilugum tímum. Já, annars Ég er oss komin upp, þannig að ég hjóla bara ragleitt í þann byggt við. Ross er komin á refresher. Ég veit að fengið er einslu að refresher virkar ekkert að refresha þetta 80 so undying, sem er svolítið leiðilegt, finnst mér, en... Það er örugglega bara fínt. Það var örugglega til einhver ógeðsleg bylta. Já, það var ekki svolítið bestið, ég pröfaði þetta daginn. Núna er það allavega betur position að þér. Já, og það er verið að góða eitthvað. Fannar kliffar sig aftur. Stefán góður inn á Beefy sem fær glimmer, en hann fellur einhver síður. Það er verið að kasta út alls konar buildies. SK fellur líka. Tveir niðri á radiant og enginn döður og það er. Monkey er að stilla niður á allt í sitt. Hann er búinn að finna Fannar sem góðar á með rönu. Það er búið að merkja Fannar, en ekkert detection í búið þessum sem er. Hann hoppar út, er að fæta með rönu. Nær henni, ok, Stefán er að deyja aftur eftir buybackið sitt. SK kom inn aftur og nær góðu stönn á Brumma á ekki hring. Fannar byrjar að berjast á hann, en hann finnur rétt að nær Jingu Stacks. Fannar er að deyja, hann hoppar út, setjableitar, Brummi fær fullt til frá stönninu sinu. SK er að stönna hérna fyrir utan, Hannes lifir enn, það er allir með eitthvað smá líf þannig á dagir. Buyback frá allavega, já, Sun King og endakallinum. Viper, Mirana, Sun King. Já, og Breaker buyback líka dó aftur, held ég. Já, var ekki Nix tvisur hana? Nei, kannski buyback ekki dó Breaker. Já, jú, ég held það. Nei, hann TPði, já, gerði hann það? Nei, ég veit það ekki, ég er ekki alveg viss. Hann charged allavega base, þannig að... Nei, hann gerði það ekki, sko. Hann TPði út. Já, ok. Það var vel spilað þá. Sen charged á Fannar. En ok, þeir eru að fara að fá hann in Aegis. OT svarar fyrir sér. Sættaklega tekur Aegisinn. ætla ekki vera dauð á buyback. Einmitt. Hannes tekur refresherin og þetta getur verið 12 fyrir hann til að púsa highgroundið. Já. Hann er komið með ansi mörg item. Meðal annars leveler, býtur nú við notaðan. Nei, hann gaf einhverjum öðrum refresherin. Já, gaf undying refresherin, ok. Hann vill ekki 2 hringi. Sammála því, sko. Nei. Ég elska refresher undying, þá sé ekki playið þessu leik. Nei, það er nokkuð, þetta Tombstone dot er ekki alveg... Eða þú veist, jú, ég held að þetta gera ákveðst damage á þess að blöðsöðu hérna supporta, sko. Ég er bara ekkert með að við, þú veist, double BKB, double ulti á Monkey, sko. Já, það hljómar aðeins sterkara heldur en einhverjum 2 Tombstone. Mitt. En já, en kannski okkar að droppa bútunum á Monkey, þannig að nenni því ekki. Mitt. Og þá að reyna við þetta high ground position aftur.
Þeir eru með Nix, Aganefsið, moldina og það er komið reipir á PL. Búin að droppa bútunum. Og hann hleypur inn út af Gresseli, vill fá eitthvað pick. Þeir vilja kannski ná bara monkinum á hann kemur hann upp, sko. Hann góðar inn á monkin og poppar, hann kemur POB á monkin, þeir finna fannarinn, hann fær góðan fórstaf út. SK er að ölta nær Aegisinu raunu, nú kemur monki ölti niður og þeir eru allir inni. Eru að hlaupa út, endakallinu virðist allir komast út, það eru fullt af zombies, ná að drepa þá. Buyback og Lion, þeir eru að lemja Raxi, ná því niður. Cookies poppar í Incarnationu sinu, fannar hérna brjálaður í baklínunni. Þeir eru ekki að finna hann eins og þeir finna Jingu Stack en hann er að lemja Brumma. Hann er að hoppa út en það er Vision og það er ekkert buyback á fannari og hann kólar það. Liðans er eitthvað aðeins að reyna að fæta. Hvað geta það gert hér en þrónni fellur? Ég hef nú alveg sjá hann að fæt spilast út en ja, ok, þeir kannski bara sjá þetta ekki fyrir sér. Nei, þetta er svo sem alveg er rétt call en veit ekki hvort það. Já, þetta var Carry Battle. Já. Veit ekki alveg hvað skal segja. Bara, já, það var vissulega vel. Chromium var mjög sterkur hann í báðum leikjunum en er ekki nóg alveg til að gleyma þetta. Já, þetta er svo sem alveg erfiður leikir fyrir hann, sko. Það var gott fókusværi hann er jafnvel leikja mjög dagir. Þegar þeir fengu svona að færa og að spila margir á mótornum þá náðu þeir að finna raunverulega hann. Já, þannig að þú sást alveg það sem ég var að tala í draftinu bara, þú veist, eitt monkey-stand og þeir finna alltaf rétta. Akkurat. Það er bara... Það er íka, nei það er þeir íka þessu svona út bara í gegnum þessa Aegisa og hérna, já, bara nýttu sín tækifæri vel í rauninni bara. Já, og þetta er kannski svo sem... Já, þeir eru bara með svona gott gameplan, bara chargea inn, byrja fight, droppa niður Tombstone makro, öllu þessu súpu. Það er náttúrulega, já, það er líka, það er svo erfitt að spila á þessum í ræðinu í late game sem carry og því að það er allir bara eitthvað ósynlegir. Og þú ert eini gæinn sem getur eitthvað að fara inn í fightin þá... Einmitt, það var náttúrulega oft þannig bara alveg fyrir aftan allt. Já, og þá var þetta ógeðslegt ability, sko. Þannig að þeir fara bara, hverfið bara. Já, akkurat, í rauninni fínt svo er svona við þessu late game Playstations Chromiums. Já, og síðan alltaf var hann með þetta breakadót sem er ógeðslegt, sko. Ég þekki þetta alveg úr þessum leikjum, sko, þú veist, þú ert með þetta charge á þér alltaf, þá bara, þú veist, það er einhvern veginn auðveldara fyrir breaker að hjálpa monkey heldur en öllum hinum að hjálpa PL. Já. Og því að þeir eru bara með Tombstone og monkey ult og það bara er erfitt að spila þessa fight, sko, og þeir eru í einu stöndi. Já, einmitt. Þannig að... Það er bara rosalega mikið CC og einhvern veginn area control frá Dire, rosa erfitt fyrir það að fæta þetta late game dota móti Undying, Jakiro, monkey ult, Subunalli. Súpa, já. En þeir voru svo sem alveg með hittinnar í það, fannst mér. Já. En ok, þannig voru það eru 2-0 fyrir Cozy Boys sem eru haldast, já, undefeated. Það eru stríkinu sinni áfram. Hvað eru þeir búin að taka marga? Er þetta þriðja serían eða? Cozy Boys? Já, ég held að ég get bara opnað þetta snöggvast. Þeir eru sem sagt búnir með, já, þeir eru búnir með 2 seríur, þetta er þriðja og eru komnir með 6 stig og eru bara með nákvæmlega sama skor og þitt lið, Get Me Out. Þannig að þið deilið þannig toppsætinu núna eins og er. Síðan er Hafliðið næstu bara klárað, ekki? Já. Þeir eru alveg búin að vera grimmir í þessum leikjum. Já, þeir eru að klára leikinu svona áður en að hann gummi fyrir til útlanda held ég, þannig ekkert sem hann. Já.
Þeir eiga bara eftir eina viðreik sem eru við Citorixel Blueberry. Já. Og já, og þannig að hérna standings eru sem sagt, núna eruð Get Me Out og Cozy Boys efstir og Hafliði í 3. sæti. Og ég spyr bara hvenær verður Cozy Boys á móti Get Me Out? Já, smá svona vesena sketsjál okkali, en það er Já. náttúrulega leita að einhverju. Ég veit að Snorri er að fara út, en við svo sem alveg Ok, sé ekki standið fyrir hann. Já, ég veit ekki, við erum eitthvað með allir út allt. Ég og Snorri báður á vaktavegnu og eitthvað svona, þetta er smá já, ég skilji. Það er allir spenntir allavega fyrir að sjá þetta. Ég held að þetta væri mjög hæp leikur og einhver mun þurfa að tapa, víst. Já, þú veist, það mun einhver droppa einhverjum leikum hann allavega. Já, annars bara einhverjar loka penningar á varandi þessu leiki kvöldsins. Nei, bara decent leikir, fannst mér. Já, algjörlega. Flottar karri framistuður og bara, já, vel spilað hjá Cozy Boys. Látum við að loka orðin í kvöld. Takk kærlega fyrir að tjúna inn allir saman á Twitch chat. Við sjáumst bara vonandi einhvern tímann í næstu viku fyrir næstu viðreign í almenna Dota 2. Góða nótt.